Velkomin hingað á fundin Gylfa Magnússon, formann bankaráðs Seðlabankans. Efni þessa fundar eru lög gjaldeyrismál og stjórnsýsla Seðlabanka Íslands við framkvæmd gjaldeyriseftirlits. Áætlað að fundurinn geti staðið til klukkan 11 en klukkan 10 verður gert stutt hlé á fundinum en þá mun Már Guðmundsson Seðlabankastjóri og Rannveig Júníusdóttir framkvæmdastjóri gjaldeyriseftirlits koma fyrir nefndina. Formaður biður nefndamenn og gesti að hafa í huga reglur opna nefndarfundi sem hafa verið settar af forsætisnefnd Alþingis og fyrirkomulag fundarins með þeim hætti að fyrst mun formaður bankaráðs vera með stutta framsögu ef hann vill málefni fundarins og gefst því næst nefndarmönnum kostur á að spyrja og það þá þannig að hver nefndarmaður spyr og fær svör áður en næsti nefndarmaður fær orðið. Nefndarmenn eru jafnframt beðnir að hafa í huga á opnum fundi skulu nefndarmenn einvörðungu beina spurningum til gesta en ekki setja fram almennar hugleiðingar efni fundarins né efna til umræðna sín á milli. Nefndarmenn og gestir eru jafnframt beðnir að hafa í huga að ræðutími takmarkaður. Við höfum þennan takmarkaða tíma. Nú, ég vil bjóða þig aftur velkomin, Gylfi, og bjóða þér að hafa framsögu ef þú vilt. Jú, þakka þér fyrir. Ég vil þakka fyrir þetta tækifæri til að fylgja eftir vinnu bankaráðs Seðlabanka Íslands vegna greinargerðar þessum hið svokallaða Samherjamál og raunar aðra vinnu Seðlabankans við að framfylgja þeim höftum sem ýmist eru kölluð gjaldeyrishöft eða fjármagnshöft. Síðara heitið nú líklega nákvæmara en það fyrra mjög tamara. Ljóst að Seðlabankinn var engan veginn undir það búinn að framfylgja fjármagnshöftum þegar þau voru lögð á nánast fyrirvaralaust haustið 2008. Vinnuna þurfti bankinn að byggja á óburðugu regluverki sem hafði hvorki verið prófað í framkvæmd né af réttarkerfinu. Að því leyti var Seðlabankinn í mun verri stöðu en aðrar innlendar eftirlitsstofnanir sem alla jafna geta byggt sína vinnu á fjölda fordæma bæði hérlendis og erlendis, sérstaklega í Evrópu, og lögum, reglum, aðferðum og viðmiðum sem hafa staðist ítrekkaðar prófanir dómstóla. Engu slíku var til að dreifa haustið 2008. Meðal þess sem nú liggur fyrir að engar nothæfar refsiheimildir virðast hafa verið til staðar vegna brota gegn höftunum í nær 3 ár eða allt frá upphafi þeirra og þangað til lög nr. 127/2011 tóku gildi í september 2011. Gallarnir á refsiheimildunum blöstu ekki við í hamaganginum í upphafi, það ekki deilt, þó deilt sé að einhverju marki orsakir og alvarleika þeirra og skýringar og sérstaklega hvenar stjórnendum Seðlabankans hefðu mátt vera þeir ljósir. Lögfræðilega röksemdarfærslur vegna þessa eru langar og flóknar og sjálfsagt margir betur til þess fallnir að rekja þær og útskýra en sá hagfræðingur sem hér situr. Þótt starfsfólk og stjórnendur bankans hafi gert sitt besta til að takast á við þetta afar erfiða verkefni, það efast ég ekki og hef ekki séð neitt sem bendir til annars, þá blasir nú við að það tókst ekki að öllu leyti vel og óumdeilanlega að sumu leyti mjög illa. Bankarum tókst að vísu að fá höftin til að virka í efnahagslegum skilningi. Það skipti þjóðarbúið höfuðmáli. Þannig tókst að tryggja eðlilega greiðslumiðlun og viðskipti milli Íslands og annarra landa. Þar var nánast lífið að dauða að tefla fyrir íslenska hagkerfið, enda hefði samdráttur þess og skerðing lífskjara orðið miklu alvarlegri ef ekki hefði tekist að tryggja nauðsynleg viðskipti milli Íslands og annarra landa. Til þess þarf augljóslega gjaldeyrisviðskipti. Þegar lagt mat á hvernig tiltókst nauðsynlegt að hafa þetta í huga. Þeir sem stóðu í eldlínunni við að verja fjármagnshöftin töldu sig og voru í raun að vinna að verkefni sem skipti sköpum fyrir þjóðarhag. Það skýrir ákvarðanir og atburðarás á nokkru marki en afsakar þó vitaskuld ekki allt sem gert var. Mistök voru gerð og þau höfðu alvarlegar afleiðingar. Það tókst þó að fá höftin til að virka, vitaskuld ekki fullkomlega, þau lágu án efa, en nógu vel til að hægt væri að stunda eins eðlileg utanríkisviðskipti og kostu var á og jafnframt að gera upp og ganga frá hinum gríðarlegu skuldum sem hvíldu á fjölda innlendra fyrirtækja, sérstaklega hinum föllnu bönkum, án þess að markaðurinn fyrir hina íslensku krónu færi á hliðina. Hins vegar tókst ekki jafnvel til með framfylgd og setningu haftana að ýmsu öðru leyti. Sérstaklega vekur athygli að málarekstri og kærum vegna meintra brota á höftunum hefur nánast að öllu leyti verið hafnað af dómstólum eða saksóknurum. Þá hefur þeim stjórnvaldssektum sem bankinn hefur lagt á verið hnekkt af dómstólum þegar á þær hefur verið látið reyna.
Stjórnsýsla bankans vegna fjármagnshaftanna hefur jafnframt verið harðlega gagnrýnd. Þetta á meðal annars og sérstaklega við hið svokallaða Samherjamál. Í fyrrnefndri greinargerð saga þess máls rakin og dregnar af henni ályktanir. Ég ætla ekki að rekja þá sögu alla hér en það greinargerðin opinber og því getur hver sem kynnt sér hana eins og reynar fjölmörg önnur gögn, meðal annars dóma og álit umboðsmanns Alþingis. Í ljósi alls þessa hefur bankaráðið ályktað að eðlilegt sé að Seðlabankinn taki vinnu sína vegna fjármagnshaftanna alla til gaumgæfilegrar skoðunar og dragi af henni eðlilegan lærdóm. Þá telur ráðið jafnframt rétt að skoðað verði hvort framganga bankans gagnvart þeim sem sættu rannsókn vegna hugsanlegra brota á höftunum voru kærðir af bankanum eða sektaðir var eðlileg. Þetta á meðal annars við aðgerðir gegn Samherja. Við slíka skoðum ber að sjálfsögðu að hafa til hliðsjónar fjölmargar alvarlegar ábendingar umboðsmanns Alþingis, auk niðurstaðna dómara og saksóknara í málum vegna fjármagnshaftanna. Þá telur bankaráðið í ljósi reynslu undanfarinna ára að Seðlabankinn þurfi að búa sig fyrirfram undir að grípa þurfi til aðgerða eins og fjármagnshafta og annarra neyðarástafana. Það ætti að vera eðlilegur hluti af viðleitni hans til að varðveita fjármálastöðugleika og bregðast við áföllum. Í því samhengi rétt að hafa í huga að fjármálakrísur eru því miður nánast óhjákvæmilegur fylgifiskur nútíma fjármálakerfa. Við því hefur ekki fundist nein töfralausn, þótt vitaskuld sé hægt að gera kerfin stöðugari með ýmsum hætti og búa fjármálastofnanir og sérstaklega Seðlabanka undir að takast á við þær. Það þarf Seðlabanki Íslands líkt og aðrar slíkar stofnanir að gera. Slíkur undirbúningur þó ekki bara verkefni Seðlabanka heldur einnig löggjafans, ráðuneyta og viðskiptabanka og raunar fleiri aðila. Hluti af skýringunni á vandræðaganginum við fjármagnshöftin að slík vinna hafði ekki verið unnin í aðdraganda hrunsins 2008 eða að minnstakosti ekki nógu vel. Það þó rétt að hafa í huga að jafnvel með afar góðum undirbúningi hefðu fjármagnshöfn alltaf verið mjög erfið í framkvæmd í opnu hagkerfi með fjármálakerfi sem var samofið fjármálakerfum nágrannalandana líkt og hið íslenska. Við fyrirhugaðan samruna Seðlabankans og fjármálaeftirlitsins færist margs konar starfsemi sem í eðli sínu lík þeirri sem bankinn tók að sér vegna fjármagnshaftana til bankans. Reynsla vegna vinnu Seðlabankans við eftirlit með fjármagnshöftunum bendir eindregið til þess að því geti fylgt verulegir ókostir. Að þeim þarf að huga vel við þessar skipulagsbreytingar. Það mjög eðlis ólík starfsemi að reka annars vegar eftirlitsstofnun og beita refsiheimildum og hins vegar að vera banki bankana eins og það kallað og móta peningastefnu og stuðla þannig að stöðugu verðlagi. Sameinuðu stofnun þarf að geta gegnt báðum hlutverkunum og raunar fleirum vel án þess að annað hlutverkið flækist fyrir hinu. Nýtt stjórnskipulag verður að taka mið af því. Að sama skapi óæskilegt að bankaráð Seðlabankans gangi gegnir hlutverki í slíkum refsimálum eins og nánar fjallað í greinargerðinni. Bankaráðið hefur lögbundið eftirlitshlutverk og á vitaskuld að gegna því og geri það, en það á ekki að stýra með neinum hætti framgöngu bankans í einstökum refsimálum eða vera einhvers konar áfrýjunarnefnd. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Óli Björn hefur beðið orðið. Takk hérlega fyrir Gylfi. Takk fyrir að koma til okkar. Það eru kannski tvær spurningar. Fyrri spurningin fæ ég síðan hérna fyrst og það þið segir réttilega í greinargerð til forsætisráðherra, það að segja bankaráðið að Seðlabankinn þurfa að draga ákveðna lærdóma og það kannski langt mál. En þið bendir líka á í greinargerðinni og segir orðrétt þeir sem borið hafa kostnað eða tjón vegna mistaka í stjórnsýslu Seðlabankans kunna að eiga rétt og skaðabótum hendi Seðlabankans. Mín spurningin þessi, ekki eðlilegt í ljósi þeirra upplýsingar sem við höfum, í ljósi þessa stjórnsýsla bankans stóðst ekki lög að bankaráðið og bankinn sjálfur hafi frumkvæði af því að ræða við og eiga einhvers konar sættir við þá sem orðið hafa fyrir tjóni eða álitssnekki vegna framgöngu Seðlabankans í framkvæmd gjaldeyrishafta. Ég stuttasvarið já, ég vil þó ítreka að það hlýtur að vera hlutverk bankans því að bankaráðið hefur ekki beint umboð til þess að standa í slíkum samningaviðræðum enda eftirlitsnefnd, en bankaráðið hefur ályktað með þessum hætti og það sendir að sjálfsögðu skilaboð til bankans.
Nú liggur svo sem ekki fyrir hvort og þá hverjir munu fara fram á skaðabætur, þannig að það að taka á því, en mér þætti eðlilegt að bankinn hefði frumkvæði að slíkum viðræðum, hvort sem að óskir komum fram það eða ekki. Takk kærlega fyrir. Ég vil vitna aðeins í bókun sem að Sigurður Kári Kristjánsson og Þórunn Guðmundsdóttir, bankaráðsmenn, gerðu og fylgir með greinargerð til forsætisráðherra. Þar gera þau alvarlegar athugasemdir við framgöngu Seðlabankans í kjölfar þess að bankaráð hóf sína vinnu að greinargerð til forsætisráðherra og vitna sérstaklega í minnisblað sem bankaráðið fékk frá lögfræðiráðgjöf Seðlabankans undir yfirskriftinni athugasemdir varðandi ósk forsætisráðherra greinargerð bankaráðs vegna dóms Hæstaréttar í máli Seðlabanka Íslands gegn Samherja. Þau gera mjög alvarlegar athugasemdir og telja að með þessu hafi starfsmenn Seðlabankans reynt að koma í veg fyrir það að bankaráðið inni að greinargerð sem að forsætisráðherra hefði unnið eftir. Mín spurning hefur bankaráðið og þú sem formaður bankaráðsins gert athugasemdir við framgöngu lögfræði ráðgjafar Seðlabankans í þessu máli og lítur þú þannig á að með þessu minnisblaði frá 7. desember 2018 hafi í raun verið reynt að koma í veg fyrir það að þið brygðust við erindi forsætisráðherra með því að senda inn í greinargerð sem þið og gerðuð? Ég deili áhyggjum félaga minna Sigurðar Kára og Þórunnar af þessu minnisblaði. Mér fannst það mjög óheppilegt og raunar mjög skrítið. Það var óundirritað en greinlega unnið af einhverjum lögfræðingum eða lögfræðingi og í því eru ýmsar vangaveltur sem að ég, sem auðvitað ekki löglærður maður, fannst ekki standast neina skoðun. Meðal annars það að ráðinu væri beinlínis óheimilt að svara forsætisráðherra og það er rökstutt með ansi langsóttum hætti, meðal annars að málefni gjaldeyriseftirlitsins eða fjármagnshaftanna féllu undir fjármála- og efnahagsráðuneyti en ekki forsætisráðuneyti. Við auðvitað nánast hunsuðum þetta álit, það kom stuttlega til umræðu á bankaráðsfundi en ekki eru nú önnur viðbrögð af hálfu bankaráðsins, fyrir svo auðvitað þessi bókun kom á sínum tíma. Ég vil eins og halda ég til haga að bankinn á öðru leyti reyndi ekki á nokkurn hátt að koma í veg fyrir að við líkjum þessari vinnu, þannig að þetta óheppilega minnisblað var nú svona undantekning í þessu ferli. Það breyti því ekki að mínum mati hefði það aldrei átt að vera lagt fram. Ég vil víkja þess að áliti umboðsmanns Alþingis sem að hann sendir afrit til ykkar og þú þekkir það ágætlega frá 22. janúar á þessu ári. Hvernig brást bankaráð Seðlabankans við þessu áliti og kom það til umræðu á fundum bankaráðs og með hvaða hætti taldi bankaráðið að það væri hægt að bregðast við eða ætti að bregðast við áliti umboðsmanns? Jú, bankaráðið brást eins fljótt við og hægt var. Við fundum þann 25. og samþykktum þar á meðal ályktun sem ég nú ekki með orðrétta fyrir fram að mig en hefur verið birt opinberlega, þannig að það er ekki mikið mál að finna hana. Þar sem við í grundvallaratriðum tókum undir áhyggjur umboðsmanns Alþingis og töldum rétt að Seðlabanki myndi bregðast við þar að segja með því að fella niður þá sekt eða sátt sem að var deilt í málinu og jafnframt að kanna hvort að sambærileg rök væru fyrir því að taka aftur upp aðrar sáttir vegna meintra svipara brota. Takk fyrir. Brynjar Björnsson. Nú hefur lýst þessu Gylfi að þetta sé nú stjórnsýslan hafi verið í málum og tilgreinir ákveðin mál, meðal annars Samherjamálið. Hvað var bankaráðinu kunnugt þetta ferli? Var bankaráðinu kunnugt þær athugasemdir sem hefur komið fram varðandi framkvæmd þessara reglna?
þið eruð hafið eftirlit með, hvað var eitthvað kunnugt? Nú er þetta langt ferli og margt búið að gerast og umboðsmaður búin að gera athugasemdir og komið með spurningar þar sem eru hugsanlega vafið á gildi reglana á sínum tíma, hvort það refsiheimildi væri nógu skýr og svo framvegis og síðan farið í miklar aðgerðir og öll þessi mál eru núna raunverulega hrunin. Hvar voru þið í öllu þessu ferli? Hvað vissu þið og hvað gerðu þið og hvernig brugðust þið við? Já, nú get ég nú ekki svarað þessum að hluta vegna þess að ég tók ekki sæti í ráðinu fyrir í fyrra þegar þessi mál voru að mestu afgreitt. Það eina sem var þá eftir var í raun og veru ferð síðasta málsins í gegnum dómskerfið. Þannig að ég þekki nú ekki nákvæmlega umræðuna. Ég veit hins vegar að málefni fjármagnshaftanna og sérstaklega Samherjamálið var til umræða á tugum funda áður en að ég settist í ráðið og okkar hafði bókað nú að minnsta kosti einu sinni vegna þess sem að hefur verið greint frá opinberlega og baðum úttekt lagastofnunar á vinnu Seðlabankans við fjármagnshöftin, þannig að þess að ég geti, enda var ég ekki að staðnulagt mat á það hversu vel bankaráðið stóð sig, að það var augljóst að það sýndi þessum málum mikinn áhuga. Fleiri spurningar? Nei? Þá er það Þorsteinn Sæmundsson. Já, takk fyrir þína yfirferð og takk fyrir að vera hérna með okkur. Ég er á einlega líkum stað og Brynjar. Ég gerir mig grein fyrir því að þú kemur hérna seint til leiks, en er þið kunnugt það sem sagt hvort að Seðlabankastjóri upplýsti bankaráðið með svona reglubundnum hætti sem sagt það er aðgerðir sem hafði verið farið í að stóð til að fara í og sem sagt svona frá því að málið vaknaði var bankaráðið upplýst þróun málsins af því að þeir eru kunnugt svona á meðan á því stóð og hversu náið sem þetta fylgdist bankaráðið með þessu. Þetta eru svona fyrstu tvær. Já, ég verð náttúrulega endurtaka að ég var ekki á staðnum, þannig ég er kannski ekki gott vitni um það nákvæmlega, en ég get svo sem bara lýst í hvernig þetta hefur verið eftir að ég settist í bankaráðið, að þá hefur bankaráðið fengið upplýsingar lykilmál og þetta er tvímælalaust eitt af þeim. Þannig að ég reikna nú bara með því að það hafi verið veruleg umræði þetta áður en ég settist í bankaráðið. Nú náttúrulega segir hér eins og allir vita að bankaráðið hefur samkvæmt lögum nr. 36/2001 eftirlit með því að bankinn starfi í samræmi við lög sem starfsemi hans gilda. Nú er náttúrulega nokkuð ljóst að bankinn hefur farið offari í þessum málum, það blasir við og kann að vera að starfsmenn bankans hafi skapað honum skaðabóta skyldu út af þessum málum og einfalda spurningin er þessi: nýtur Seðlabankastjóri trausts bankaráðsins? Já, sko bankaráðið hefur ekki ályktað neitt annað og sjálfsögur ekki verið að taka þá spurningu til umræðu. En því eru þetta ekki að neita að ég og ég gerir ráð fyrir að aðrir bankaráðsmenn hafi áhyggjur og ég gerir ráð fyrir að aðrir bankaráðsmenn deili þeim áhyggjum með mér af því hvernig bankinn hélt á þessu máli. Það er svo annað mál að þetta eru fjármagnshöftin að mestu farin, þannig að þetta er að því leyti til kannski fyrst og fremst sakfræði. Það er ekki kannski mjög mikilvæg spurning hvernig haldið verður á fjármagnshöftunum á næstu mánuðum í ljósi þess að þau eru farin, þannig að hvort sem að menn treysta núverandi Seðlabankastjóra til þess að halda utan fjármagnshöftið ekki, að þá bara einfaldlega reynir ekki á það núna. Já, að því þú segir sakfræði þá verð ég að viðurkenna að hún verður náttúrulega rándýr ef skaðabóta krafa kemur fram og þá lítur maður að spyrja aftur, munum við kannski taka stöðu bankastjórans til endurskoðunar eða fara eitthvað yfir hana, komi skaðabóta krafa fram? Verður það til þess að menn fara kannski að íhuga stöðu Seðlabankastjóra? Ég þori enga að spá það, en
ég vil benda á að sko þótt að skaðabætur getur þetta verið dýrar þá alveg augljóst að það hefur orðið gríðarlegu kostnaðar af þessum málum nú þegar, alveg óháð skaðabótum. Það hefur ekki verið tekið saman mér veitanlega hvað Seðlabankinn hefur kostað til miklu en fjöldi mannára og aðkeypt vinna sérfræðinga, lögfræðinga sérstaklega hefur auðvitað kostað himinháar upphæðir og að sama skapi hafa þeir sem hafa verið að verjast aðgerðum Seðlabankans þurft að leggja í mikinn kostnað. Þannig að samfélagslegu kostnaðar af þessu er verulegur, jafnvel áður en að við förum að ræða hugsanlega skaðabætur. Hefur bankaráðið leitað eftir því eða hefur Seðlabankastjóri upplýst það, altså bankaráðið, það hvernig á því stóð að fjölmiðlar voru hérna á staðnum þegar að húsleit var gerð upparlega? Við höfum rætt eða eitt fjölmiðil? Já, það er rétt að það var eitt fjölmiðil, Ríkisútvarpið, á staðnum bæði á Akureyri og í Reykjavík þegar að upphafleg húsleit var gerð og það vakti auðvitað athygli og grunn og þetta hefur verið rætt á einhverjum fundum bankaráðsins eftir að ég kom og sjálfsagt einhverjum fyrir fundum líka. Við höfum ekki fengið neinar skýringar á því. Auðvitað læðist að mann einhver grunnur og nánast vissum það að einhver hafi lekið en við vitum ekki hver. Mér skilst að umboðsmaður Alþingis hafi fengið einhverja ábendingu sem að hann telur mark á takandi varðandi það og ég tel bara mikilvægt að það sé skoðað og vona auðvitað að sé hægt að komast til botns í þessu. Það verður að hafa í huga að það er gríðarlegur trúnaðarbrestur þegar að eftirlitsstofnun beitir jafn íþyngjandi úrræði og húsrannsóknir að það sé gert með þeim hætti að fjölmiðlar séu nánast með beina útsendingu frá aðgerðinni. Það er raun og veru algjörlega óþolandi. En ég endurtek, ég veit ekki hvernig á þessu stóð. Það er auðvitað hugsanlegt að upplýsingarnar hafi komið frá einhverjum öðrum heldur en Seðlabankanum. Bankaráðið hefur ekki fengið neinar frekar upplýsingar en það. Og enginn innanhúsrannsókn í gangi á Seðlabankanum það, svo vitir? Ég held að þetta hafi verið eitthvað skoðað innanhús en það hefur ekki verið nein formleg rannsókn en það þyrfti nú líklega atbeina lögreglu til þess að það veri gert svo að vel sé. Ekki meiri bíli. Takk fyrir. Ég hef með nokkra spurningar. Varðandi bankaráðið, við lestur greinargerðar bankaráðsins má sjá svona athugasemdir að samsetning bankaráðsins sé í raun óheppileg og umboð þess frá Alþingi sé óheppilegt fyrir bankaráðu til þess að hafa eftirlit með framgöngu bankans í einstökum refsimálum er sagt, svo veit að sjá rétt í. Það er líka talað það í sérstökum bókunum Frosta Sigurjónssona sem er bankaráðsmaður að Seðlabankastjóra sé ekki skylt að fara tilmælum bankaráðs og bankaráði hafi ekki skýra heimild til að upplýsa ráðherra eða Alþingi álítamál. Telur þú þetta umboð sem bankaráð hefur og þetta hlutverk bankaráðs á einhvern hátt ófullnægjandi til þess að bankaráði geti sinnt sínum skildum og sínum lögbóðnu skildum? Ég tel nú reyndar að bankaráði geti sinnt sínum lögbóðnu skildum eða það er að minnsta kosti ekkert í lagaramanum sem kemur í veg fyrir það. Hins vegar er bankaráðið þetta bara 7 manna nefnd og hefur engan starfsmann og verður að reiða sig á aðstoð bankans og vinnu bankans í öllum málum sem eru þetta frekar óheppilegt ef menn ætla að vera með eftirlit sem að fer ofan í einhver smáatriði í rekstri eða einstök mál. Bankaráðið er auðvitað margt mjög sérstök stofnun. Margir líta á þetta sem einhvers konar stjórn Seðlabankans en það er það alls ekki. Þetta er eftirlitsnefnd og það er til dæmis allt öðruvísi stjórn yfir fjármálaeftirlitinu. Hún tekur ákvarðanir í refsimálum og sama í samkeppniseftirlitinu. En bankaráðið hefur bara samkvæmt lögum enga sérstaka aðkomu að einstökum refsimálum. Og svo er það þannig að bankaráðið eins og þið vitið öll kosið í pólitískri kosningu á Alþingi og þar hefur setið fólk sem oft er litið á sem
einhvers konar fulltrúa einstakra stjórnmálaflokka og það gerir það enn óheppilegra að bankaráðið fari að reyna að stýra framgöngu bankans í einstökum eftirlitsmálum. En eftir situr auðvitað að bankaráðinu ber samkvæmt lögum að hafa eftirlit með því að bankin fari að lögum og þá getur auðvitað komið til þess að bankaráðið tekur til skoðunar framgöngu bankans í einstökum málum. En það verður að mínum að eiginlega að gerast nánast eftir á. Það er að segja að bankaráðið stýri því ekki í hvaða farveg málin fara en athugi eftir á hvernig farið var með þau og auðvitað það sérstaklega augljóst að bankaráðinu ber að taka slíkt upp þegar koma rökstuddar ábendingar ef við kallum það frá dómstólum eða saksóknar eða umboðsmanna Alþingis eins og í þessu máli. Við getum jafnframt haft í huga að Seðlabankinn gegnir auðvitað mjög víðfeðmu hlutverki og er önnur megin stoðin í efnahagsstjórnun á Íslandi og það er kannski mjög eðlilegt að hafa ef svo má orðið komast pólitískt eftirlit með bankanum vegna þess þó að bankinn sé sjálfstæður að þá þarf að hafa eftirlit með framgöngu hans ekki bara í þessum eftirlitsmálum heldur einnig og raunar miklu frekar í þeirri starfsemi hans sem að snýra stjórn efnahagsmála og kannski er bankaráðið betur til þess fallið heldur en að fylgjast með eftirlitshlutverki bankans. Nú hefur komið fram hérna ítrekað að þú komst inn í ráðið í fyrra. Hefurðu kynnt þér það sem að átti sér stað í bankaráði áður en þú komst í sambandi við þetta mál? Ekki nema bara óbeint. Þar sé ég hef auðvitað kynnt mér gögn þessa máls sem eru mjög viðamikil, ég hef hlaupa á 1000 blaðsíðna. En ég hef til dæmis ekki lesið fyrri fundagerðir bankaráðs nema einhver einstök atriði sem að komi til umræðu á fundu núverandi bankaráðs. Þannig að ég er ekki rétti maðurinn til þess að lýsa þeirri vinnu sem að bankaráðið vann fyrir 2018. Ég er að velta fyrir mér þetta varðandi niðurstöðu mála hjá ríkissaksóknara. Er þér kunnugt að bankaráðið hafi verið upplýst um þær niðurstöður? Það er minn skilningur en það virðist nú vera eitthvað á reiki og ég held að það sé bara beinlínis verið að reyna að rekja það núna þannig að væntanlega verður mál sem kemur hér og eftir betur í stakk búin til þess að svara þeim spurningum. Hefur verið rætt eftir að þú tókst sæti í bankaráði og kannski sérstaklega núna eftir niðurstöðu Hæstaréttar og álit umboðsmanns hefur verið farið ígrundað yfir hversu mörg mál er að ræða frá 2008 til 2011? Já, við höfum fengið alls konar tölfræði fjöldamála og upphæðir sekta og annars slíkt sem ég því miður mann og ekki allar tölurnar eitthvað að því er í greinagerðinni en þetta eru mjög mörg mál en flest mjög smá og flest hafa byggt á sátt en í nokkrum tilfellum þá hafa sektirnar eða sáttirnar hlaupið á fjölda miljóna. En sátt er þá væntanlega byggð á því að ef ekki næst sátt þá er refsiheimild sem að svo er deilt hvort það hafi verið tæk. Já, það er auðvitað þannig að verklagsferlið er svipað hjá Seðlabankanum og hjá öðrum eftirlitsstofnunum, þar sé menn fyrst rannsaka, telja að eitthvað hafi verið brotið og bjóða þá sátt. Ef henn er hafnað þá er yfirleitt en kannski ekki alveg alltaf farið í sekt og svo hugsanlega tekist á það fyrir dómstólum. Það sem ég á við er að sá sem að samið er við heldur að það sé þá annars komið til einhvers konar refsing. Já, það er alltaf ekki alveg frjálsátt. Nei, það er auðvitað þvinguð sátt. Það er ekkert að lýsa því öðruvísi. Ein spurning að lokum frá mér, það er varðandi þessa fyrirhuguðu sameiningu FME og Seðlabankans. Það er nú fjallað aðeins það í greinargerð bankaráðs. Telur þú að þetta sé mögulega óráð eða er bankaráðið bara að tala um að það verði að vanda sig eða?
sko Heldur að þessi stofnun ekki saman? Sko, bankaráði hefur ekki beinlínis tekið neina afstöðu til þess, þannig að ég get nú bara að tala fyrir mína hönd. Ég sé bæði kosti og galla á þessari sameiningu og ég er svo sem ekkert vissum að ég hefði lagt hana til ef ég hefði haft eitthvað málið að segja. En það liggur fyrir að þeirna er stefnt og það er alls ekkert fráleit niðurstaða. Þetta er svona í mörgum löndum og reyndar þekkist báðategundir fyrirkomulags í ýmsum löndum, þannig að það menn hafa velt þessu fyrir sér víða. Hættan er kannski helst svo að þessi og mjög ólíku viðfangsefni fara að flækjast hvort fyrir öðru. Það er að segja að svo staðnend að Seðlabankinn er að stunda efnahagsstjórn gerur honum dálítið erfiðara fyrir að vera eftirlitsstofnun og svo öfugt. En auðvitað er hægt að reyna að minnka líkur á slíkum árekstrum með því að hafa stjórnskipulagi þannig að það séu nokkuð hreinar línur og bankinn sé svona eiginlega deildaskiptur og þeir sem eru að sinna eftirlitsmálunum að þeir séu svona að mestu lausir við að bera ábyrgð á peningastjórninni og gjaldeyrisforða og slíkum málum. Takk fyrir Jón Steindór, gjörðu svo vel. Já, þakka þér fyrir þína framsögu og það er nú margt búið svo sem að koma hérna fram, en það sem að mér langar aðeins að ræða eða spyrja út í er það að auðvitað njótum við þess auðvitað að vera að horfa tilbaka og oft er nú sagt að það sé auðveldara vitur eftir á en það sem ég velti fyrir mér í ljósi alls þess sem á hefur gengið og þess sem við sjáum núna, þá er ég að velta fyrir mér hvort að þú og þá eftir atvikum bankaráðið hafið sko velt fyrir ykkur eða rætt það við bankastjóran, seðlabankastjóran sko það hversu langt er gengið, það er oft talað um það að það blasir við í þessu máli, semst að það voru fullt af viðvörunarljósum sem voru kveikt en það er haldið áfram eiginlega út í hið óendanlega að reyna að verjast í málinu eða sækja það sko þegar að svona öll skynsemi einhvern veginn virðist segja manni að það sé búið að setja upp svo mörg viðvörunarljós eða gera svo miklar athugasemdir að menn sættist ekki á orðin hlut og viðurkenni að nú sé komið nóg og að því að þetta getur líka skipt máli upp á framtíð þó að við vonum að við þurfum nú ekki að grípa til gjaldeyrishafta fljótlega, en það getur gerst og svo auðvitað eru þá hugsanlega önnur verkefni bankans þar sem að einhver þau verkefni eru þar sem að bankin þarf að hafa afskipti, tala nú ekki ef að breytist nú í eftirlitsstofnun í ríkara mæli. Semst að þetta að menn marki sér einhverja stefnu það að það sé ekki alltaf skynsamlegt að tæma gjörsamlega allar leiðir alveg þrátt fyrir að það blasir við flestum að á enda sé komið. Jú, sko, reyndar voru þá þessar ákvarðanir að halda áfram meira að minna allar teknar áður en ég settist bankaráði, þannig að ég get svo sem ekki varpa miklu ljósi á það, en auðvitað er það almennt þannig að eftirlitsstofnun verður stundum að gera sig grein fyrir því að það er full reynd. Það er ekki sjálfgefið að til dæmis að áfrýja alltaf niðurstöðum undir réttar og það er ekki sjálfgefið að taka upp nýjan flöt á máli ef að tilraun til þess að fá einhvern sektaðan eða sakfelldan vegna einhver annars brots hefur ekki tekist. Þannig að auðvitað er maður mjög hugsi yfir þessu, en ég get svo sem ekki sagt mikið það hvað bankaráðið sagði þessa vegferð Seðlabankans áður en að ég settist í röð. Má ég fylgja aðeins eftir? En sko, er í það minnsta skynsamlegt að á vettvangi bankaráðsins sem eftirlitsaðila þá að ræða aðeins sko hvort að menn svona minnst reyna að móta sér einhvers konar
þó ég veit að það kunna vera erfitt því að mann getur auðvitað greint á hvernig full reynd en að mann hafi þetta í huga það sé ekki sko einhvern veginn sjálfgefið að mann tæmi með þessum hætti allar leiðir þrátt fyrir að manni sýnist að það sé búið að reisa upp svo mörg flögg að það sé ekki skynsamlegt að halda áfram ef við hugsum þetta aðeins til framtíðar. Já, við ræddum þetta í núverandi bankaráði eitthvað þegar við vorum að vinna þessa greinargerð og ég skynjaði nú stemningunum nokkuð þannig að mér væri nú gerðum nú tekið undir þessi orðín þó að við höfum kannski ekki orðað það nákvæmlega svona í greinargerðin. En ég tel að núna þegar að gera talsverðar eðlisbreytingar á starfsemi Seðlabankans með sameiningunni að þá sé einmitt tækifæri til þess að setja upp ferla og annað sem að reynir að tryggja að þetta menn fara ekki offari en líka að málsmeðferð sé vönduð og það séu helst ekki bara einn sem ber á endanum ábyrgð á til dæmis ákvörðunum refsingar heldur að það sé fjölskipað stjórnvald. Takk. Takk, Kolbeinn, gjör svo vel. Já, kæra þakki fyrir þetta. Langar aðeins að halda áfram að velta fyrir mér hlutverki bankaráðs og þá kannski horfa til framtíðar. Þú nefnir að við skulum að sent sínu hlutverki samkvæmt lögum sem ég efast ekkert en nú veit svo til að við erum hér löggjafinn og langar með þess að velta þið fyrir mér þetta hlutverk. Þú segir að þessi eftirlitsnefnd og ætti kannski betur að vera fallið til þess að eftir efnahagslegum ákvörðunum og ýmislegt fleira sem við velt hér upp en svo sé það ekki með inngrip strax heldur eftir á að velta fyrir sér hlutunum og þú veist nú sakfræðimenntaður þá velti fyrir mér hvort að það ætti eða telur þú þörf á að breyta á einhvern hlutverk í bankaráðs að það hafi þá annað hlutverk en að fara að velta fyrir sér ákvörðunum eftir á. Talaði ég rétt að breyta ferlum og fjölskipastjórnum. Er bankaráðið hluti af því í þínum hugmyndum? Þarf að breyta lögum það og skýra eða breyta og heimildum þessu hlutverki? Ég held að það kom til greina. Ég er samt ekki vissum að það sé besta lausnin. Það þekkist í eftirlitsgeiranum ofta að vera með áfrýjunarnefndir og það hefur verið hjá FMI og Samkeppniseftirlitinu og ýmsum fleirum. Það væri að mínum mati alveg einna messu virði að velta því fyrir sig hvort að slík nefnd ætti að starfa vegna ákvarðana sameinaðrar stofnunar þegar þar að kemur. Það hefur út af fyrir sig bæði kost og galla. Það er þó eitt skref á milli áður en að mál koma til kasta dómstóla og það getur verið þægilega að hafa það milli skref því þar er þá sérfræði þekking til staðar sem að getur fjallað mál. Dómstólar eru auðvitað allra ágætis stofnanir en þar vantar oft sérfræði þekkingu í einhverjum mjög flóknum tæknilegum málum þannig að áfrýjunarnefnd gæti verið ágætis milli skref. Hins vegar þessar áfrýjunarnefndir líka stundum verið taldar óskilvirkar þannig að það hefur bæði kost og galla. Ég hins vegar myndi alls ekki vilja að bankaráðið yrði slík áfrýjunarnefnd. Ég tel að það sé engan veginn eðlilegt að það fá það hlutur. Já, ég er kannski ekki endilega bara að tala í svona málum sem við vonum að séu nú öfgarnar og við sem verðum nú kannski ekki að fjalla mikið svona mál heldur meira í daglega rekstri þar sem alltaf kemur eitthvað upp. Hvert er þá orðið hlutverk bankaráðs ef að það er eftirlitsstofnun, pólitísk skipuð eftirlitsstofnun eða ráð sem að skoða hlutina eftir á. Telur einhverju þörf á að breyta því? Þá er ég meira að hugsa eins og við segi. Hvers daginn? Já, sko, það er auðvitað mjög sérstakt í okkar lýðræðiskerfi að við erum auðvitað með alls konar fólk sem hefur eitthvað umboð til einhverja hluta og bak við það er eitthvað pólitískt umboð sem að veitir svo eitthvað umboð til framkvæmdavalds eða annarra. Og síðan er staða Seðlabankans mjög sérstök í þessu
að seðlabankastjóri fær í raun og veru gríðarlega sterkt umboð til þess að taka mjög mikilvægar ákvarðanir og verndaður ýmsan hátt með lögum með sjálfstæði seðlabankans og sjálfstæði seðlabankastjóra og það verður auðvitað að fara saman slíkt umboð og slíkt sjálfstæði og ábyrgð og síðan eftirlit með þeim sem að fær slíkt umboð og núna það kannski fyrst og fremst bankaráðið sem á að vera í því eftirlitshlutverki en svo þetta líka óbeint aðilar eins og umboðsmaður Alþingis og dómstólar þegar einhverjar ákvarðanir eru bornar undir þá. Ég sé nú kannski ekki fljótu bragð að það sé hægt að finna einhverja lausn sem augljóslega betri en þessi svo sem ekki fullkomin. Bara örstu til lokin bara svo ég skilji það varandi fyrirhugaða sameiningu Seðlabankans og FME að skilji það rétt að sé gætt að þessari stjórnskipulegu að það sé að skilja það milli stjórnskipulegu að setja upp alvöru eldveggir þannig milli eins og það kallað þá búið að mæta áhyggjum þínum af því málið eða hvað? Já, það fyrir auðvitað eftir hvernig það gert sko, til dæmis ef að allir þræðir enda í einu manni að þá hann auðvitað ofan á eldveggjunum þannig að þá halda þau nú ekki að því leiti til en auðvitað hægt að reyna að gera öðru leiti þá einingu bankans sem að tekur við starfsemi fjármálaeftirlitsins og myndi þá líklega taka við einhverjum fjármálshöftum ef til þeirra kemur aftur að hafa hana sem sjálfstæðasta og talsmaður þeirra einingar yrði einhver aðstofar seðlabankastjóri eða einhver annar slíkur aðili frekar heldur en bankastjórinn sjálfur. Takk. Línek, gjörðu svo vel. Já, þakka fyrir að koma hér og fara yfir málin. Mér langaði, það eru auðvitað mjög margt komið fram, langaði að fara aðeins tilbaka í það sem var rætt áðan. Það eru samspil úttektar lagastofnunar sem var unnin að beiðni bankaráðs ef ég skildi þig rétt. Já, rétt. Og síðan afstöðu ríkissaksóknara að refsiheimildir væri ekki gildi að svo afstæða hafi komið fram í rauninni meðan þetta álit var í vinnslu án þess að það skilaði sér nægjanlega vel eða jafnvel til þeirra sem voru að vinna álitið eftir því sem maður framkom hér og fundi með umboðsmanni. Er þetta sá skilningu sem þú hefur og að það hafi? Já, sko, ekki endur taka, ég var ekki á staðnum en að því mér skilst að þá, og það kemur enda fram í áliti umboðsmanns Alþingis, að þá gagnrýnir hann að lagastofnun virðist ekki hafa verið að fullu upplýst afstöðu ríkissaksóknara sem að staðfesti ég maður þetta rétt ákvarðanir sérstaks saksóknara og umboðsmaður gagnrýnir það og ég sé enga ástæðu annars en að taka undir þá gagnrýni. Og svo kannski bara örlítið framtíðina þennan aðskil eða sem sagt sameiningu eftirlits og efnahagsstjórnar í eina stofnun og síðan aðskilnaðinn og þú við töluvert fjalla hér hlutverk bankaráðsins en svo hins vegar ólíkt hlutverk stjórnar fjármálaeftirlitsins þá hljótum við jafnframt að vera að tala einhverja tvær slíkar einingar líka fyrir utan skipulagi innan stofnunarinnar eða hvað? Já, það auðvitað að setja þetta upp með ýmsum hætti en ég tel að það sé allavega mjög mikilvægt að það sé einhver eining, hvað sem við kallum hana stjórn eða nefnd eða eitthvað annað sem að ísitja nokkrir sem að tækja ákvarðanir beitingu refsiheimilda og það gæti jafnvel verið einhverjir utan bankans sem að sætu í því það í sjálf sér bara útfærslu atriði það svo sjálfstæð ákvörðun hvort að við vilja hafa einhverja áfrýjunar nefnd þar fyrir ofan eða hvort að ágreiningur færi beint til dómstóla ég sé kosti og galla á í sjálf sér öllum útfærslum sem að til greina að koma en ég tel alltaf sé ekki heppilegt að það sé einn maður sem að ber endalega ábyrgð á beitingu refsiheimilda.
Inga Sælar Gjörsvel. Já, takk. Heiðu, og bara kæra þakkir fyrir að vera með okkur hérna og deila með okkur þessum máli. Ég er að hugsa ég er á svipuðum stað og Kolbeinn í sambandi við bankaráðið, í sambandi við að því ber að sjá til þess eða tilgangur þess er að sjá til þess að bankinn fari að lögum. Óneitanlega velti maður því fyrir sér því þetta virðist nú vera sagan endalausa, þetta mál sem er búið að vara hérna síðan 2008. Það virðist nú vera hafið yfir allan vafa, bæði hvað lítur að því sem hefur komið fram hjá saksóknara, sérstökum, dómstólum, að lög númer 127/2011 sem tóku gildi í september það ár taki af allan vafa það að það var ekki í gildi á þessum tíma nein refsiheimild. Nú, maður spyr sig óneitanlega, hvað er það þá þegar Seðlabankaráðið er þarna allan þennan tíma sem þú hefur reyndar ítrekað sagt að hafir ekki sjálfur setið í nema síðan í fyrra, hlustar í rauninni út af sjálfstæði sínu, hlustar þá Seðlabankastjóri bara akkúrat ekkert á þau flögg sem er verið að flagga, hlustar hann ekkert á bankaráðið þegar það á að sjá til þess að sé farið að lögum eða veit bara bankaráðið kannski ekkert fattist hvað það er að gera, svo ég bara segi það hreint út. Maður er að spá í tilgangin með öllu þessu regluverki sem við erum að koma upp, setja upp alls konar aðhaldsaðila með stjórnsýslunni svo að við förum nú skikkalega fram og séum nú ekki að níðasta borgurinu meira en með einhverju valdnýslu og offari, þá er maður að velta því fyrir sér. Þarf ekki að gera einhverja bragabót þarna á, þarf ekki tengingin að verða skýrari þannig þá að eftirlitsaðilinn geti þá fylgt betur eftir hlutverki sínu, fyrir það fyrsta. Þannig að þetta er svona, þetta er eiginlega það sem að ég staldraði aðalega við, sko. Já, og fyrir utan að mér langar að bæta við að það er svo augljóst að stjórnsýslulög, hvort sem að lítur að meðalhófi, málsraða eða rannsóknarreglu, það er eins og þetta, það bærst eins og stjórnsýslulögin séu bara ekkert í gildi þarna í öllu þessu ferli. Já, kannski fyrst varðandi burði bankaráðsins að eins og ég nefndi áðan, þetta er náttúrulega bara 7 manna hópur sem kemur saman svona oftast einu sinni í mánuði og það reynda að vera miklu oftar undanfarna mánuði og það er kannski takmark fyrir því hvað menn geta unnið mikið með því kerfi. Mér hugnar svo sem ekkert heldur að það sé bara beinleginn sett upp einhver stofnun með starfsmönnum og einhver öðru sem að heitir bankaráð Seðlabankans og starfar innan bankans og á eftirlit með honum. Það er nú kannski ekki rétt að leiðin, það er auðvitað innri endurskoðandi og eitthvað slíkt sem að vinnur með bankaráðinu en aðra resúrsa hefur bankaráðið ekki nema þá sem það biður og fær frá bankanum. En kannski aðeins varðandi sko skilaboðin sem að Seðlabankastjóri fékk frá bankaráðinu og dómskerfinu og fleirum að þá koma þau auðvitað í skrefum. Það eru dómsniðurstöður sem taka á einhverjum ákveðnum þætti og komast að þeirri niðurstöðu að einhverja reglur sé ekki í gildi eða eitthvað slíkt og svo kemur annar dómur eða önnur niðurstöða saksóknara og þetta gerist yfir margra ára tímabil og álitamálið er kannski ekki núna hvort að reglurnar hafi verið í gildi, það liggur fyrir núna, heldur hvenær átti Seðlabankastjóri og hans starfsfólk að átta sig á því að það ætti að hverfa frá þessari vegferð. Og það er kannski það sem hnífurinn stendur í kúnni, hvort að það hefði átt að gerast fyrir. Takk. Jón Þór Gjörsvel. Já, takk. Það kannski grípa þetta. Það segir í lögum Seðlabankan að bankaráðið hefur eftirlit með því að Seðlabanki Íslands starfi í samræmi við lög sem starfsemina gildir. Svo Seðlabankastjóri skal uppfylla bankaráðið og svo alls konar verkefni sem sérstaklega skal sinna. En það stendur alveg fyrstu línunni að bankaráðið hefur eftirlit með því að Seðlabanki Íslands starfi í samræmi við lög sem starfsemina gildir og mér heyrist að því sem þú búin að vera að nefna að bankaráðið bara engan veginn í efnum til þess að gera. Þetta eru 7 einstaklingar sem hafa bara starfsmenn bankans
sem að eins og í öllu þessu ferli eru kannski sumir grunur það kannski ekki alveg að upplýsa nógu vel og svoleiðis, maður þekkir þetta alveg hérna inn á Alþingi að maður ekki alltaf að fá allar upplýsingar sem maður þarf að fá og sérlega maður þarf að sækja þið til ráðuneytana sem okkar starfsumhverfi, þannig að mér sýnist að starfsumhverfi þarna hjá bankaráði til að sinna sinni lögbundnu skyldum að hafa eftirlit með því að Seðlabanki fara að lögum sé bara mjög ábótavant. Og þá er það með einhverjar hugmyndir það hvað gæti virka og hvað gæti ekki virka eða kannski hvað gæti ekki virka, mér heyrstu ekki verið komin einu hugmyndir hvað gæti kannski virka til þess að bankaráði gæti raunverulega sinnt þessu. En þú talar að það sé eftir á að þá það eftirlit sem kannski eftir á eftirlitshlutverk, þau eru þetta aðeins þangað. Hvað þá eftir á eftirlitshlutverk bankaráðs akkurat núna? Nú komið í ljós að það var starfum, ég heyrðist að vera byrjaður í því hvað það væri, að hugsa hvenær hefði seðlabankastjóri og starfsmenn bankans átta sig á því að það væri eitthvað sem þyrfti að gera meira og jafnvel hvenær kannski hefði bankaráð átta sig á því að það væri kannski ekki verið að fara lögum. Það mikið ábendingu sem var alltaf að koma inn. Það eitthvað sem að bankaráð þarf að endanum að taka afstöðu til, heyrðu, hérna bara samkvæmt góðu starfshættum að þá hefði seðlabankastjórnin, yfirstjórnin og bankinn átt að grípa til annarra aðgerða og fyrst að seðlabankastjóri svona sjálfstæður, hann skipaður af forsætisráðherra eða ekki og mjög sjálfstæður í sínum störfum, að þá náttúrulega mjög mikilvægt að þegar fyrst að hann fer út fyrir sitt valdsvið, að það séu þá einhvers konar viðurlög eða sé einhvers konar ábendingur það og svo framvegis og svo nefndur líka varðandi eftirlitið á þessu öllu saman á þessu ferli. Núna þegar komið upp grunur lek og grunur upp alls konar hluti og talar að mögulega þurfti lögreglan að koma að því, en í lekamálinu að þegar það lágu upplýsingar út úr utanríkisráðuneytinu, innanríkisráðuneytinu, að þá gat umboðsmaður Alþingis kallað eftir alls konar hlutum. Það eitthvað sem að bankaráðið gæti bent umboðsmanni eða kallað eftir til þess að geta segja, heyrðu, við höfum ekki þess að heimild til að gera þetta sjálf, en við höfum samt sem ára að hafa eftirlit með þessu. Hver ykkar úrræði í dag til þess að kalla eftir stuðningi annarra stofnana, meðal annars umboðsmann Alþingis, til þess að upplýsa þetta mál á fullu? Já, við höfum auðvitað fyrst og fremst þann möguleika að vekja athygli. Ráðið auðvitað kosið af Alþingi og gæti þá senda einhverja skýrslu til Alþingis eða send ráðherra, þá væntanlega forsætisráðherra því að bankinn heyrir undir hann skýrslu og svo þetta ef að skýrsla birt opinberlega þá skiptir kannski ekki öllu máli hvert hún send. Fyrstu viðbrögð bankaráðs eða telur að eitthvað sé einhverju sé ábótavant auðvitað mildar en það og einfaldlega vekja athygli bankastjórans á því að eitthvað mætti betur fara. Það þó auðvitað ekki nema að það dugi ekki sem að menn taka skrefinu lengra ef að það einhver rökstuddur svo beinleinis grunur lögbrot þá geti jafnvel komið til greina að senda ábendingum það til saksóknara eða lögreglu en það hefur ekki verið gert í þessu máli og reyndar ekki neinu öðru máli svo ég veit. Maður fylgir þess eftir, hver næstu skref bankaráðs miðað við stöðunni svona núna? Já, við höfum í þessari greinargerð komið með ábendingar og tilmæli til bankans. Þannig að við munum að sjálfsögðu fylgjast með því hvernig farið eftir þeim og ekki hægt að segja neitt næstu skref fyrir en að það kemur í ljós. Örlítið þá grípin inn í bara framtíðina. Varandi það að nefna og eins og við vitum að það stemt að því að Seðlabanki og fjármálaeftirlit sé sameinað. Nú annars konar stjórn yfir fjármálaeftirlitinu, svona aðeins kom inn á þetta hérna áðan. Það kannski bara þegar kemur hérna inn að þá verður sent umsagnarbeiðni eða beiðni erindi frá bankaráði eða hvað, en ertu með einhverjar lausnir hvað það var, hvernig það þurfti að gera, það þurfti líklega að vera einhver ein stjórn yfir þessu eða hvað þessu sameinuðu stofnun fjármálaeftirlits og Seðlabanka sem hefði miklu víðtækari heimildir og talaði áfrýjunarnefndir hérna og einhvers konar kærunefnd eða nefndir sem ákveða sektir. Já, það verður auðvitað einhvers konar stjórnskipulag yfir bankanum og einstökum deildum hans og ég tel nú eðlilegt að þar sé víða einhver fjöldi manna sem tekur lykilákvarðanir, það á ekki bara við refsimálum líka peningastefnu eins og núna og fleiri málum
og það er eitt en síðan og það var kannski bara við í refsimálunum spurning hvort það ætti að vera einhvers konar áfrýjunarnefnd sem að hægt væri að vísa málum til þegar menn eru óánægðir með niðurstöður bankans í því. Núna er það þannig að það eru raun og veru bara dómstólar og auðvitað geta þeir leyst ýmis vandamál. Þannig að þú bara búin að svara þessu? Já, ég komist ekki lengra með það núna. Takk. Fyrir. Nú hafa 3 nefndarmenn beðið að fá að bæta örlítið við fyrri spurningar. Það er Óli Björn fyrstur, gjörðu svo vel. Takk kærlega fyrir, Gylfi. Ég er bara fyrst ánægður með það að þú lítir þannig á að Seðlabankinn eigi að hafa frumkvæði því að bæta þeim sem orðið hafa fyrir skada það tjón sem orðið er og þá lítið þannig á að bankaráðið muni fylgja því eftir. Ég er aðeins að velta tvennu fyrir mér. Telur þú rétt sem formaður bankaráðsins að bankaráðið beiti sig fyrir því annars vegar að það fari fram einhvers konar mat á þeim samfélagslega kostnaði sem að þú einmitt bentir á sem er orðið mikill og hvort að það er ekki nauðsynlegt bara til að við náum að læra á því sem gerst hefur og hins vegar hvort að það sé ekki skynsamlegt frá hendi bankaráðsins að óska eftir því við óháðan aðila að fari fram óháð stjórnsýslu úttekt á bankanum öllum, ekki sísti ljósi þess sem til stendur að sameina Seðlabankann og FMI. Jú, stuttasvarið er að það er örugglega tilefni til þess að skoða þessi mál, bæði kostnaðinn og stjórnsýsluna. Auðvitað hefur það einhverju marki verið gert en hvort það ætti að leggja í frekari vinnu. Ég hef svo sem ekki og bankaráðið hefur ekkert ályktað það en mér finnst það allavega að koma vel til greina. En ég get svo sem ekki tala fyrir hönd bankaráðsins það því að það hefur ekki skoðað þann málum. Já, gjörðu svo vel. Já, ég er að svolítið að ég er bara, nú varst þú auðvitað ekki þegar allir hafgangurinn var, en ég verði samt að spyrja sko hvað nú? Það er búið að vera ljóst að menn fóru hérna fram með ákveðnum hætti, það er alveg eiginlega búið að jarða það allt saman og segja að það sé nú ekki samræmi við lög og svo kemur þessi húsleit og það koma fjölmiðlar og það er grunur það að það hafi einhver leki verið, það gerist ekkert svo. Bankaráð hefur ekkert óskað eftir því rannsóknum við lögreglu, það er augljós grunur leka, af hverju ekki beðið rannsókn á því bara sérstaklega og önnur atriði, ef það er niðurstaðan komin svo að þetta hafi nú allt, ekkert meðalhóf, það hafi verið kveikt rauðljós, menn hafi sett bara undir sér hausinn og farið áfram hverju ári enn harðar aðgerðir og þetta liggur núna fyrir og nú er ég að velta fyrir mig stöðu bankaráðsins. Hvað nú? Hvað ætla menn að gera? Ætla menn bara að segja ábendingar að gera betur í framtíðinni eða gerist ekkert? Ég held nú að það má náttúrulega skipta þessu í allavega tvennt, það sé annars vegar að gera upp það sem að gert var og sannlega einhverja bætur vegna þess og síðan að horfa fram að við og reyna að setja upp kerfi sem að lendir ekki í slíkum ógöngum aftur og í greinargerð bankaráðsins eru svo sem tillögur í báðar áttir sem ég ætla ekki að endurtaka. Ábyrgð þeirra starfsmann sem tók þess ákvörðun? Það ber ábyrgð á þeim allavega? Jú, það er auðvitað einhverjir sem bera ábyrgð og auðvitað bankastjóri mesta ábyrgð allra og síðan ef einhver starfsmaður bankans hefur lekið þessu með húsleitina þá ber hann ábyrgð á því. Ég veit ekki hver það var og auðvitað er ekki einfalt mál að rannsaka það 2019 hefði náttúrulega ef það átti að rannsaka það einhver alvöru þá hefði náttúrulega verið betra að gera það miklu fyrr en kannski er einhver gögn til, ég veit það ekki. Þá er það að lokum Þorsteinn Sæmundsson, gjörðu svo vel. Já, ég ætla nú fyrst að þakka þig Gylfi fyrir öll þessi svör sem þú veit en það kveikt aðeins í mér áðan þegar það er að tala nú búum við þá gæfi og við ætlum að fara að endurskoða lög Seðlabanka Íslands og að því að þú talaður bæði kostagalla þess að renna saman
Fjármálaeftirlitinu og Seðlabanka Íslands. Þá langar mér bara til að spyrja þig beint. Megum við eiga von á því að annarkvort þú sem fræðimaður eða þú sem bankaráðsformaður eða bankaráð Seðlabankans sendi okkur umsögn frumvarpið Seðlabanka þegar það kemur fram? Já, ég tel það svo sem líklegt, en ég veit ekki nákvæmlega hvernig svo umsögn geti litið út og ég er ekkert viss að bankaráðsmenn séu sammála. Nei, en nú er ég líka að spyrja þig persónulega. Jú, ég mun nú án ef að hafa skoðun á þessu, en það er kannski best að bíða með hana þangað til að frumvarpið er orðið skýrara. Já, þakka þér kærlega fyrir komuna, Gylfi Magnússon. Takk fyrir öll þín góðu svör og gagnlegu. Nú verður gert örstutt hlé á fundinum á meðan að við fáum inn nýja gesti. Takk fyrir komuna. Takk. Fundi er þá framhaldið í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Ég vil bjóða velkomin hingað á fundin Má Guðmundsson, seðlabankastjóra, og Rannveigu Júníusdóttur, framkvæmdastjóra gjaldeyris eftirlits Seðlabanka. Ég vil byrja á því að bjóða ykkur að hafa hér framsögu og svo á eftir gefst nefndarmönnum kostur á að spyrja ykkur og fer það þá þannig fram að hver nefndarmaður ber fram spurningar og fær svör áður en að næsti fær orðið. En gjör svo vel, Már. Já, þakka þér fyrir það, formaður. Ég vil bara byrja á því að þakka fyrir að hafa fengið þetta tækifæri til að tjá okkur á þessum vettvangi það efni sem þið hafa haft til umfjöllunar og svona við undirbúning okkar og ákvörðunum hverju skyldi sitja fundin, þá gengum við út frá því að efni væri lögum gjaldeyrismál og stjórnsýsla Seðlabankans við rannsókn gjaldeyrisbrota
og þá sérstaklega nýlegt álit umboðsmanns Alþingis og það sem kom fram á fundi ykkar 7. mars síðastliðið með honum. En það útilokar auðvitað ekki að við getum svara spurningum önnur mál, en eins og ykkur kunnugt auðvitað takmark fyrir því hversu mikið við getum tjáð okkur einstök mál sem hafa verið til meðferðar hjá okkur á opnum fundi. En svo ég dræta saman, eins og mér virðist þetta vera, að þá virðist mér sem við stöndum frammi fyrir og þá þig tveimur mikilvægum spurningum eftir fund nefndarinnar 7. mars síðastliðinn. Og svo fyrri hvort Seðlabankanum hafi mátt vera ljóst eftir að honum barst afstaða ríkissaksóknara frá því í maí 2014 að engar gildar refsiheimildir voru í reglum sem gefnar voru út á grundvelli gjaldeyrislaga fyrir þann tíma og þar til að reglurnar voru felldar inn í lögin 2011. Þetta fyrsta spurningin og þetta meginspurning. Seinni spurningin hvort bankin hafi, og þá jafnvel vísvitandi, eins og stundum gefið í skyn, leynt þessari vitneskju fyrir bankaráði Seðlabanka Íslands, Lagastofnun Háskóla Íslands og umboðsmanni. Við munum nú svara þessum spurningum en koma einnig að tími gefst til en á fleiri atriði þessum inngangi sem hafa verið til umfjöllunar. En ef við náum ekki að dekka það allt, þá getum við svara spurningum þar að lútandi. Það fyrst til að taka, eins og ykkur náttúrulega fullkunnugt, að þá var framkvæmd fjármagnshafta mótuð í löggjöf sem samþykkt var á Alþingi með þeim hætti að löggjafinn afmarkaði þau meginatriði sem Seðlabankanum voru falin heimild til að kveða á í reglum gjaldeyrismál, af vísu auðvitað með samþykki ráðherra. Þetta fyrirkomulega auðvitað svo efniviður sem Seðlabankanum var gert að vinna með samkvæmt lögum. En það má ekki gleyma því að rannsóknarheimildir, og það sem við erum að ræða hér, voru fyrstum sinn í höndum fjármálaeftirlitsins, en voru síðan fluttar í Seðlabanka með breytingum á lögum sumarið 2010, meðal annars til að auka skilvirkni málaflokksins, eins og kemur fram í greinargerð með því frumvarpi, en líka vegna þess að það þótti einhver tormerki að fjármagna þessa starfsemi að eftirlitsgjaldi. Það ekki óalgengur setningamáti að sérfræðistjórnvöldum sé falin heimild í lögum til reglusetningar og dómstólar hafa talið að slíkt stangist ekki á við stjórnarskrá eða mannréttindasáttmála Evrópu svo lengi sem kveðið á megin efni heimildarinnar í lögum. Álitaefni gildi refsiheimild í slíku tilfellum hafa oft komið til kasta dómstóla og núna síðast í nýlegum dómi héraðsdóms í máli Arctica Finance gegn fjármálaeftirlitinu sem geti verið athyglisverður í þessu sambandi. Álitaefni gildni reglna gjaldeyrismál sérstaklega sem refsiheimilda hefur verið til umræðu frá því að höftunum var komið á. Það hvort til staðar hafi verið fullnægjandi heimildir til þess að leggja á stjórnvaldssektir eða refsa með öðrum hætti fyrir brot gegn fjármagnshöftum þar til lögum gjaldeyrismál var breytt síðla árs 2011. Hefur Seðlabankinn í því sambandi meðal annars allt frá árinu 2010 óskað utanaðkomandi lögfræðiálita sem hafa verið samhljóða að hægt sé að byggja sektarákvarðanir á viðurlöga ákvæðinu regla gjaldeyrismál og þar með ákvæðum laga gjaldeyrismál að minnstakosti þar til dómstólar hafa ekki kveða á annað. Jafnframt liggur fyrir afstaða þess ráðuneytis sem fór og fer með gjaldeyrismál frá 2011 sem var síðan aftur staðfest 2015 gildni reglana. Kemur það skýrt fram að reglurnar séu gilda sem refsiheimild og að megin efni reglana hafi verið afmarkað í lögunum og því hafi framsal löggjafans ekki verið á rúmt. Auk þess voru 2 fundir haldnir árið 2011 rannsóknir og kærur vegna meintabrotur á reglum gjaldeyrismál í húsakynnum innanríkisráðuneytisins eins og kemur fram í bréfi sem Seðlabankinn ritaði ríkissaksóknara árið 2012 og ykkur hefur verið afhent. Fyrri fundin sátu auk ráðuneytisstjóra
fulltrúa gjaldeyriseftirlits Seðlabankans, ríkislögreglustjóri, saksóknari efnahagsbrota og ríkissaksóknari. Á þeim fundi kom samkvæmt bréfinu fram sú afdráttarlausa afstaða ríkissaksóknara að það væri dómstóla að skera úr á grundvelli hvers máls fyrir sig eins og það lægi fyrir hvort refsiheimildir væru nægilega skýrar til að unnt var að gera mönnum refsingu fyrir brot gegn reglunum. Seinni fundin sátu innanríkisráðherra, efnahags- og viðskiptaráðherra ásamt aðstoðarmönnum sínum, seðlabankastjóri, aðstoðarseðlabankastjóri ásamt fulltrúum gjaldeyriseftirlits Seðlabankans, ríkislögreglustjóri og saksóknari efnahagsbrota. Á þeim fundi nefndi saksóknari efnahagsbrota sérstaklega að hugmyndir ófullnægjandi refsiheimildir vegna meintra brota gegn reglum gjaldeyrismál tefðu ekki framgang þeirra mála. Afstöðu ríkissaksóknara frá 20. maí 2014 sem umboðsmaður fjallar í nýlegu áliti sínu varða staðfestingu ríkissaksóknara á niðurfellingu mála sem embætti sérstaks saksóknara felldi niður vegna reglna sem ekki höfðu hlotið formleg samþykki ráðherra. Fyrstu viðbrögð Seðlabankans og gjaldeyriseftirlitsins vegna afgreiðslu ríkissaksóknara frá 20. maí 2014 voru þau að afstaðan gæfi tilefni til þess að athuga hvort fella ætti niður öll mál gegn reglum gjaldeyrismál og voru slík mál sett á bið þegar í stað. Aflað var lögfræðiálits og var niðurstaða þess að fullnægjandi heimild væri til staðar til að leggja á sektir fyrir brot gegn reglum gjaldeyrismál. Það vó þó ekki þungt í þessu, þar sem vó miklu þyngra og fyrst og fremst voru samskipti við embætti sérstaks saksóknara sumarið 2014 og framkvæmd ákæruvaldsins á meðferð mála tengdum reglum gjaldeyrismál sem áttu sér stað eftir afgreiðslu ríkissaksóknara frá 20. maí 2014 sem leiddi að lokum til þess að rannsókn þessara mála var ekki hætt. Þessi samskipti við embætti sérstaks saksóknara gáfu til kynna án nokkurs vafa af hálfu Seðlabankans að skilningur embættisins væri sá að ríkissaksóknari hefði einungis fjallað almennt gildi allra reglna gjaldeyrismál sem hugsanlegt álitaefni en ekki endanlega niðurstöðu málsins. Enda varðaði niðurstaða ríkissaksóknara ekki alla reglur gjaldeyrismál heldur einungis þær sem skorti formlegt samþykki ráðherra. Staðfesti síðari framkvæmd embætti sérstaks saksóknara í síðari framkvæmd sérstaks saksóknara sem við fylgdust með framangreinda skilning Seðlabankans. Nánar tiltekið var afgreiðslu með þeim hætti að brotum gegn reglunum sem skorti samþykki var vísað frá en meint brot á öðrum reglum voru endursend Seðlabankana til meðferðar og ákvörðunar. Hvergi var minnst á aðra reglunum gjaldeyrismál gætu ekki talið skyld refsiheimild. Ef það hefði verið afdráttarlaust afstaða ríkissaksóknara að engar reglunum gjaldeyrismál væru gildar sem refsiheimild þá hefði embætti sérstaks saksóknara ekki átt að fella niður málin, þá hefði embætti sérstaks saksóknara átt að fella niður málin eða eftir atvikum hætta rannsókn þeirra en ekki endursenda þau Seðlabankanum til meðferðar. Enda væri þá engin grundvöllur fyrir áframhaldandi rannsókn. Þrátt fyrir þessa framkvæmd sérstaks saksóknara var bankin enn í vafa og leitaði Seðlabanki leiða til að fá endanlega úr þessu álitaefni skorið hjá ríkissaksóknara. Seðlabankin kærði því sambærilega endursendingum máls frá sérstöku saksóknara sem varðaði einnig aðra reglunum gjaldeyrismál en þær sem skorti formlegt samþykki ráðherra. Með afstöðu ríkissaksóknara frá 31. ágúst 2014 staðfesti ríkissaksóknari framkvæmd sérstaks saksóknara og leiðbeindi Seðlabankanum sérstaklega að bankin gæti kært brot gegn öðrum reglum sem hlotuð höfðu formlegt samþykki ráðherra til sérstaks saksóknara til afgreiðslu á ný. Að mati Seðlabankans var þessi afstöða ríkissaksóknara staðfesting á því að fyrri afgreiðsla hans frá 20. maí 2014 ætti einungis við þær reglur sem skorti formlegt samþykki enda vandséð hver tilgangurinn væri með því að leiðbeina að Seðlabankanum sé heimilt
að kæra háttsemi fyrir lagi að reglurnar væri ekki gild refsiheimild. Taldi Seðlabankinn sér þá ekki fært annað en að fylgja þeirri framkvæmd og leiðbeiningu ákæruvaldsins. Í framhaldinu felldi Seðlabankinn niður öll mál sem vörðuðu meint brot gegn þeim reglum sem skorti formulegt samþykki í samræmi með niðurstöðu embættis sérstaks saksóknara sem ríkissaksóknari staðfesti 20. maí 2014. Í ljósi áliti umboðsmanns frá 22. janúar 2019 og sem liði því að Seðlabankinn tækjað eigin frumkvæði efnislega afstöðu til þeirra röksemda aðila sem gerðar voru í erindi hans til Seðlabankans, óskaði bankinn eftir með bréfi inn 15. febrúar síðastliðinn skýringu ríkissaksóknara vegna umfjöllunar hans almennt gildni regla gjaldeyrismál í afgreiðslum hans frá 20. maí 2014. Svar barst Seðlabankanum hinn 19. febrúar síðastliðinn þar sem framkemur að niðurstöðu embættisins sé sú að reglur gjaldeyrismál hafi ekki haft nægilega skýra lagastoð svo byggja mætti á þau refsingu þar til reglurnar voru lögfestar haustið 2011. Afstæðan skýr í þessu bréfi og hefur Seðlabankinn hafið yfirferð allra sektarmála vegna reglna gjaldeyrismál og vonir standa til að þeirri yfirferð ljúki sem allra fyrst og að hlutaðeigandi aðilum verði endurgreiddar álagðar sektir. Óneitanlega hefði bankinn kosið að slík niðurstöða hefði legið fyrir miklu fyrr, til dæmis strax árið 2012, þegar Seðlabankinn leitaði eftir henni fyrst vegna umræðu sem hafði átt sér stað í fjölmiðlum gildni reglna gjaldeyrismál og vitna var til í ummæla ríkissaksóknara í því samhengi. Óskaði Seðlabankinn með bréfi eftir upplýsingum hvort ríkissaksóknari liti í raun svo á að lagaheimild væri ekki nægileg til að unnt vera að ákæra menn fyrir meint brot á lögum gjaldeyrismál og hvort hann hefði staðfest á afstöðu við fréttamenn. Ríkissaksóknari svaraði ekki bréfin á þeim tíma en í nýlegum skýringum ríkissaksóknara var ástæða þess sögð hafa verið sú að það hefði geta valdið því að ríkissaksóknari yrði vanhæfur í öðrum málum sem voru til meðferðar hjá ákæruvaldinu á þeim tíma. Ég held að þessi yfirferð sýni að Seðlabankinn átti í margvíslegum samskiptum við önnur stjórnvald og ákæruvald þá spurningu hvort reglur væri gild refsiheimild og hann hafi ekki hundsað ábendingar annarra. Þvert á móti taldi bankinn að hann þyrfti að taka mið að lagatúlkunum ákæruvalds enda kæmist hann ekki með langt með mál ella. Vandi var sá að skilaboðin sumarið 2014 voru ekki skýr og stönguðust í einhverjum mæli á. Bankinn að taka saman gögnum samskipti sín við ákæruvaldið sumarið 2014 í tengslu við svar við bréfi forsætisráðherra og við erum tilbúin til að deila þeim gögnum með nefndinni þegar þau eru tilbúin sem ætti að vera snemma í næstu viku. Ég sný mér þá að seinni spurningunni, það hvort Seðlabankinn hafi lengt afstöðu ríkissaksóknara og það jafnvel vísvitandi. Það liggur allavega fyrir að bankaráði Seðlabanka Íslands var greint frá málunu á fundi ráðsins 19. júní 2014, fyrsta fundi eftir að afstæðan frá í maí 2014 kom. Hvað lagastofnun varðar, þá rétt að ítreka að bankastjórar höfðu enga aðkomu að þeirri úttekt og vissi ekki hvaða gögn lagastofnun fékk. Bankaráðsformaður og innri endurskoðandi voru í forsvari og einnig gagnvart gjaldeyriseftirlitinu. Mér hefur verið tjá nú eftir á að lagastofnun hafi verið upplýst þessar afgreiðslur og verið afhent lögfræðiálit sem rita var í tilefni niðurstöðunni og þær fjallað í minnisblaði til lagastofnunar. Lagastofnun vissi því að tilvist þeirra og hefði fengið þar ef eftir hefði verið leitað. Hvað umboðsmann varðar málið kannski eitthvað flóknara. Eins og ég áður sagt var það mat Seðlabankans að umræddar afgreiðslur fæli ekki í sér endanlega niðurstöðu til þess að alla reglur gjaldeyrismál gætu ekki talið skildar refsiheimildir. Samskipt við umboðsmann í aðdraganda bréfs hans frá 2. október 2015 gáfu Seðlabankanum ekki tilefni til þess að álíta að umboðsmaður væri kanna hvort með þeim hætti hafi framsal lagasetningavalds verið ólögmætt eða hvort refsiákvæði lagana væri ekki fullnægjandi. Eigi að síður kann að vera að bankinn hefði átt að afhenda umboðsmanni þessar afstöður eigin frumkvæði, þó ég veit ekki alveg hvernig það hefði átt að bera að, en ég vil þó ekki fullyrða ómikið það án frekar athugunar. Ég held að málið sé að hluta til það að eftir að niðurstaða liggur fyrir haustið 2014
þá fyrir máliði hreinlega aftur fyrir sem afgreitt og sá sem hér situr var allavega ekki með hugan við þessar afstöður þegar langt var liðið árið 2014. Ég veit að ég líklega farin að synga upp á tíman en ég vil í lokin segja nokkur orðum þar spurningar sem koma fram í bréfi umboðsmanns Alþingis til forsætisráðherra frá 4. mars 2012 og koma fram á fundi nefndarinnar hinn 7. mars síðastliðinn varðandi það hver hafi verið hlutur starfsmanna gjaldreists eftir Seðlabankans í að upplýsa starfsmenn Ríkisútvarpsins hinna fyrirhuguðu húsleit og hvort yfirstjórn bankans hafi heimilað það. Það ljóst að gögn voru afhent frá fréttamiðlunum til Seðlabankans sem notuð voru til rannsókn málsins. Ég og reyndar hvorugt okkar hér var viðstödd á gagnaafhendingu og get þar að enda ekki tjáð mig hvað þar fór fram. Hvort og þá hvaða samskipti átti sér stað eftir hana nú í skoðun innan bankans í tengslu við svar til forsætisráðherra. Ég kannast ekki við að yfirstjórn bankans hafi heimilað afhendingu trúnaðargagna til fjölmiðilsins og ekkert liggur nú fyrir að slíkt hafi gerst. Ég hef beðið innri endurskoðanda að skoða tölvupóst minn í aðdraganda húsleitarinnar og kanna hvort þar sé eitthvað að finna sem varpa ljós á þetta mál og kanna jafnframt hvað sé að finna í gögnum gjaldeyriseftirlitsins. Hitt svona mál að við skoðun á fjölmiðlum í tengslu við málið þá rifjast upp að sérstakur saksóknari gerði húsleit í Seðlabankanum einhverjum mánuðum fyrir húsleitina og fjölmiðlar voru fyrir utan, eins og ég maður eftir. Bloomberg birti fréttu málið sem síðan var tekin upp í ýmsum erlendu fjölmiðlum. Þá virðist einnig að fjölmiðlum frá þessum árum að það hefur verið tiltölulega algengt að fjölmiðlar hafa verið komin fljótt á sporið og húsleitir. Ég hef þetta ekki lengra og kannski einum á nátt, þetta eru flókið mál og við erum hér til að svara allum eitthvað spurningum. Takk fyrir. Takk fyrir kærlega Már. Vildur þú bæta einhverju við áður en að ég hleypi nefndarmönnum að? Nei. Þá er það Óli Björn sem hefur hér leik. Gjör svo vel. Herðu, takk kærlega fyrir og takk fyrir að koma. Ég svona... Þegar ég hlustaði á því Már, þá fékk ég á tilfinninguna og þú voru að leiðrétta ef að það er rátt að það sé einlæg skoðun þín að gagnrýni sem að bankinn hefur þurft að sæta með hvað varðar stjórnsýsluna varðandi Seðlabankan, þá vísa ég álit umboðsmanns og fleiri og í rauninni það sem kom fram hér líka hjá formanni bankaráðs að öll stjórnsýslan hafi verið bara ágætt og hún hafi verið í samræmi við lög og bankinn hafi gætt meðalhófsreglu í öllu sínum framkvæmdum. Er það réttu skilningur að þú sért þessara skoðunar? Þetta var nú ekki þessi í staði. Ég var að fjalla þetta mál sem að þið voru að fjalla hérna 7. mars og álit umboðsmanns og mér skildi að það var umræðan. Já. Ef þú ert að tala það hvort að ég haldi að engin mistök hafi nokkuð sinni gerði framkvæmd gjaldeyriseftirlits þá er ég alveg klára því að svara við því er nei. Við erum að tala þetta mál. Já, ég er bara að tala þetta mál, varði gildar refsiheimildir. Ég held að ég er bara búin að rekja það hér hvernig það mál allt lá og þau getur fáið frekara gögn það og ég held að við það hefur verið í góðri trú með það sem var að gera í þeim efnum allan tíman og ef að þið skoðið þetta grannt þá var alveg augljóst mál að það er engin eða að koma allt í botns í því máli með því að horfa bara á Seðlabankann. Nei, það sem að spurning mín snýst það hvort að það er einlæg trú þín og skoðun að Seðlabankinn hafi farið fram í Samherjamálinu að öllu samkvæmt lögum og góðri stjórnsýslu og gætt meðalhófsreglu. Er það skoðun? Já, ég veit ekki hvort að trú og sannfæring mín skiptir máli. Já, hún skiptir máli. Já, ég veit það ekki, þið eru stjórnskipur og eftirlitsnefnd og það þarf að leggja fram gögn og þetta þarf að byggja á einhverju öðru en sannfæring og trú. Ég var ekki að tala Samherjamálið, sérstaklega við getum lítið tjáð okkur einstök mál, hvort að ég sé þeirra skoðunar að það hefði verið hægt að gera eitthvað öðruvísi í Samherjamálinu, þá er ég þeirra skoðunar varðandi flest mál, alltaf er hægt að gera eitthvað öðruvísi. En ég var ekki að tala það hér, sko. Það er ekki sérstaklega. Getur þú tekið undir með formanni bankaráðs sem var hér áðan hjá okkur og lýsti því yfir að hann teldi eðlilegt að bankinn, Seðlabankinn, hefði frumkvæði að því
að leita sátta við þá sem að hafa orðið fyrir tjóni vegna framkvæmds gjaldeyriseftirlitsins og bæta þeim það hugsanlega tjón sem þeir hafa orðið fyrir. Það verði að frumkvæði bankans en ekki þurfi að leita til dómstóla frá hendi einstaklinga og eða fyrirtækja. Já, við höfum náttúrulega heyrt þessa tillögu og við höfum náttúrulega skoða hana. Þetta er náttúrulega spurning hvaða lagaheimildir við höfum til slíks og ég ætla að biðja svo Rannveiga aðeins að bæta við. Yfirleitt er nú reglan svo að sá sem að telur sig og hafa orðið fyrir einhverju skaða þessu tagi, hann getur sótt fyrir dómstólum og ef við tökum einhvern ákveðin hóp út og segja þið þurfa ekki að sækja fyrir dómstólum, aðrir þurfa að sækja fyrir dómstólum, er það brot á jafnræðisreglu, ég veit ekki, það er að skoða það og ég minni á að þó að mál hafi ónýst, það er bara mann dæmi eins og til dæmis Assettamálið og Ursus og fleira, það var ekki þar með sagt að skaðabóta skylda hafi myndast í báðum tilfellum hafnaði dómstólar þeirri kröfu alfarið í öðru málinu og í stórum dráttum í hinu. Þannig að ég hef ekki svar við þessu öðru leysi. Við getum ekki, ég get ekki tekið geðþótta ákvörðun þetta. Þetta verður að skoða samkvæmt rétt í stjórnsýslu, er það ekki það sem við viljum? Rannveig, viltu bæta við? Já, ok. Brynjar, gjör svo vel. Já, ég ætla aðeins að spyrja ákvörðun bankans húsleit hjá Samherja. Ástæðan fyrir ég spyr það er vegna þess að þú fjallar aðeins það í ítalegu viðtali í Morgunblaðinu. Og eins og kannski við vitum þá er húsleit af þessu tagi sérlega íþyngjandi og getur valdið miklu tjóni, sérstaklega hjá fyrirtækjum og einstaklingum sem eru í alþjóðlegu viðskiptum. Og það er kannski ástæðan fyrir því að þetta getur valdið svo miklu tjóni að það eru ákveðin skilyrði í lögunum sem eru svolítið ströng. Og þar er meðal annars skilyrði að rökstuddur grunur leikja á frami hafi verið brot sem sætt getur ákæru. Og þarna er hugtakið rökstuddur grunur sem er nú þekkt í lögfræðinni. Og það truflaði mig aðeins við lestur þessa viðtals að þú notar orðið það hafi nú ekki verið rökstuddur grunur en það hafi samt verið einhver grunur. Og svo þegar maður svona heyrir í það núna að það virðist eins og upphaf rannsóknarinn hafi verið einhver upplýsingu frá Ríkisútvarpinu, ef ég skildi þið rétt og þá leiðrétti það, að þú talar það að þeir voru hann á staðnum í kringum þessa húsleit. Og þá vil ég bara velta það fyrir mér hvort þú getur bara svarað því hvort það hafi verið rökstuddur grunur og í hverju hann fólst á rökstuddur grunur eða var þetta bara grunur hugsanlegt brot á gjaldeyrislögum vegna þess að þetta fyrirtæki var kannski aðstöðu til þess eins og margir voru, sumir voru aðrir ekki. Var það bara kannski þannig hjá bankanum að allir sem voru í aðstöðu til þess að brjóta gjaldeyrislögin eða reglurnar væru raunverulega bara grunnaðir. Þetta truflar mig mjög mikið, Seðlabankastjóri, af því að þetta er svo íþyngjandi aðgerð, getur valdið svo miklu tjóni. Getur eitthvað tjáð þetta? Já, ég skil mjög vel að það trufli þig ef þú hefur þennan skilning á málinu. Ef þetta væri svona, þetta væri rétt lýsing, þá væri það náttúrulega gott. En sko, fyrsta lagi enn og aftur, það er takmarka hvað við getum tjáð okkur einstök mál og þetta er eitt af þeim. Og bara að segja, auðvitað þarf að rökstuddur grunur, en það er ekki þar með sagt að hann þurfa að vera sko, að við séum þegar með allar upplýsingar en það er þá ekki húsleit. Auðvitað, eins og Njáll sagði, allt orkað tvímælaust á gjört það er alveg ljóst að það var ekki nægjanlegt að bara einhver var í aðstöðu til að brjóta gjaldeyrishöftin til að lendi í rannsókn, enda þá hefðu nú verið með ansi marga í rannsókn. Og sko aðdraganda þess að húsleita fer náttúrulega eftir ákveðnum leikreglum. Við getum ekki bara tekið einhverja ákvörðun að fara í húsleit og það þarf náttúrulega aðbyrna dómstóla til og það þarf að leggja fram gögn og þetta fór eftir því ferli. Svo getur alltaf velti fyrir þér ef hann sé á mundi átjánskott á einum hundi hefði það átt að fara öðruvísi í þetta. Það er bara mál sem alltaf hægt að ræða en málið er það
að þetta fór eftir léttum leikreglum. Já, ég veit að bankið hefur ekki fengið sko úthlutaheimildir nema með úrskurði dóms. Þess vegna er þetta mjög forvitnilegt að fá að vita það og hvort að það verður einhvern veginn upplýst. Í hverju fólst þessi rökstuðu grunum því að maður hefur ekki séð neinn gögn sem benda til þess í málinu hingað til að það hafi verið raunverulega rökstuðu grunur. Já, við töldum okkur að hafa rökstuða grun, en ég veit ekki hvað það er alveg gett eitthvað bætt í það. Ég veit ekki hvað við getum sagt þá erum við að tala undirliggjandi gögn málsins og þessu máli lokið. Og Samherji var ekki fundið sýkn eitt eða neitt og það er endanlega niðurstöð. Við erum með engin mál á Samherja. Þessu máli lokið og við viljum helst sem minnst hjá okkur það, en það er það ekki vel séð. En viltu bæta einhverju við þetta? Eins og má segja, þá er erfitt að fjalla þetta tiltekna mál, en það er fjallað hérna í viðtælinu og sagt sérstaklega. Já, ég reyndi að fá blaðamann til að stróka út. Okay. En þannig að þetta er kannski einhver svona, þetta er þá einhver svona misskilningur eða mistök í viðtælinu. Ég taldi okkur vera að spjalla hver spurningin ætti að vera, en það er annað mál, skiptir ekki mál. Ég held að sé allavega alveg ljóst að það var hugsun Seðlabankans þegar krafa var lögð fram fyrir dómi að fyrir lagi rökstuddur grunur. Eða svara spurningunni. Já, takk. Ég er með nokkra spurningar. Mér langar aðeins að velta fyrir mér þessum svörum og þessum bréfaskriftum sem við höfum fengið að sjá núna undanförnu. Varðandi afstöðu Seðlabankans til þeirra stöðu sem að þeirra afstöðu sem kemur fram hjá umboðsmanni Alþingis. Af því að ég svona velti fyrir mig hver skoðun ykkar er á þessum refsiheimildum yfirleitt í dag. Telur Seðlabankinn ennþá vera einhvern vafa á niðurstöðu máls varðandi gildi þessara refsiheimilda? Ég hef búin að lesa hérna bréf sem að voru rituð til ríkissaksóknara bæði 15. febrúar og 19. febrúar og maður svona, ég er aðeins hugsi hvort að Seðlabankinn sé ennþá að velta fyrir sér hvort að refsiheimildarnar séu gildir. Nei, hann er ekkert að velta því fyrir sér. Svar ríkissaksóknara er mjög skýrt og við erum þegar að byrja bara að framkvæma á grundvelli þess svar. Við hefðum óskað þess, okkar líf hefði nú verið miklu einfaldara ef við fengið þetta svar 2012. En þetta bara undirstrikar það að við lítum ekki þannig á og hefum aldrei gert. Sko, Seðlabanki Íslands er sjálfstæður í peningamálum, einhverjum leitum bændur fjármálastöðleika, hvernig hann tjá sig. Hann er ekki sjálfstæður í þessum málum, að mínum mati, hafa aldrei verið okkar aðstæða. Við erum þarna með ákveðna framkvæmd og utan þá og við erum hluti af miklu stærri heild og það er náttúrulega löggjafinn og það er ráðuneyti sem túlka þá hluti að einhverju leyti það og er með afstöðu og síðan hinum megin er auðvitað ákæruvaldið og við tökum bara allar tíð reynd að taka mið af því sem okkur hefur verið sagt þetta en það er bara alveg greinlegt á einu tíma er eitt sagt og öðrum tíma er einhver allt annað sagt. Það er bara niðurstaðan, það breytir ekki því að þarna er æðsti yfirmaður saksóknir í landinu, hann er búin að kveða upp þennan úrskurð, svo er það bara fyrir einhverja sakfræðing og lögfræðing að velta fyrir sér þeim úrskurðið, það er alveg ljóst að þá framkvæmum það bara, málunum bara lokið. Nú kom afstaða ríkissaksóknara fram 2014. Það hefur komið fram að á fundi í dómsmálaráðuneytinu hafi ríkissaksóknari sagt að það væri ekki fyrir niðurstaða dóms varðandi gildi refsiheimildana en það auðvitað lá fyrir afstaða ríkissaksóknara að fella niður fjölmörg mál sem að það fara ekki fyrir dóm. Maður velti fyrir sér af hverju eru þau rök notuð að það liggi ekki fyrir afstaða dómstóla til gildi refsiheimildana. Já, ég skal taka. Til að byrja með þá liggja þessa afstöðu til grundvallar reglum
nr. 1130 sem skorti formlegt samþykki ráðherra þessar afstöðu frá 20. maí 2014. Þegar löggjafinn hefur mótað í dómaframkvæmd sinni varðandi lögbundnar refsiheimildir og móta þessa framkvæmd þegar sérfræðistjórnvöldum falið reglusetningarheimild, að þá hafa verið setta fram tvær skýringar. Í fyrsta lagi að það komi skýrt fram að stjórnvaldi hafi heimild til að setja tilteknar reglur og megin afmörkun reglunar komi fram. Varðandi reglur nr. 1130 þá þótti skorta þetta samþykki sem var talið skilyrði fyrir setningunni og það lá augljóst fyrir við þessa skoðun og kom í ljós snemma árs 2014 og leiddi til þessara niðurstöðu. En hins vegar í endursendingum, eins og Már fór ítarlega yfir hérna áðan, að þá var felld niður mál sem laut að þessum reglum en önnur endursend Seðlabankann til meðferðar og ákvörðunar. Frá sérstöku saksóknara. Og við leituðumst við að fá úr þessu skori á ríkissaksóknara og með því að kæra annað sambærilegt mál. Og það vantaði kannski svolítið upp á þá umfjöllun eftir fundin síðasta hér í nefndinni að þá var ekki fjalla þessa síðari afstöðu og mér finnst mikilvægt í þessum lærdómi og ef við erum að skoða málsmeðferð milli stjórnvalda að þá sé þetta skoðað og það kannski líka ástæðan fyrir að Seðlabanki sendi ríkissaksóknara þetta seinna bréf. Ekki það að það varði niðurstöðuna núna. Seinna bréf 2014? Nei, seinna bréfi sem þú myndist á hérna áðan, 19. febrúar, að þú spurðir það hérna. Að kannski mikilvægt að horfa á þessa málsmeðferð í heild og sérlega þegar vera að hugsa heildarendurskoðun og lögum gjaldeyrismál. Þá finnst mér mikilvægt að komi fram hver ástæðan var, af hverju þá hægt að kæra mál ef að grundvöllin ekki til staðar. Líkt að koma fram í síðari afstöðu ríkissaksóknara þar sem að leiðbeinir Seðlabankanum að sé hægt að kæra mál gegn öðrum reglum með þessum sem skorti samþykki ráðherra. Og það var svona grundvöllurinn í þessari síðari fyrirspurn en ekki sá að Seðlabankin sé ekki að fara eftir leiðbeiningum ákæruvaldsins því að svo yfirferð er hafin. En er ríkissaksóknari ekki að benda á að ef að sérstakur saksóknari fellir niður mála þá sé hægt að kæra þetta ríkissaksóknara? Er ekki verið að benda á það? Fyrirgefið. Er ekki verið að benda á það að ef að sérstakur saksóknari eða áður efnahagsbrotadeild eða hvað það fellir niður mála þá sé hægt að kæra það til ríkissaksóknara? Jú, en endursending sem slík er ekki kæranleg. Nei. Það var það sem spurningi sem við bindum til ríkissaksóknara sérstaklega. En öll málin sem að felld voru niður hjá ríkissaksóknara, lutu þau öll að skorti á undirritun ráðherra? Niðurstaðan er þannig nema í þessari þessu svari sem barst okkur núna síðast að þá er náttúrulega skýr eða afstaða ríkissaksóknara mjög skýr. Mér langar að spyrja út í frumkvæði stjórnvaldsins eða frumkvæði Seðlabankans varðandi það að opna öll þau mál sem að voru afgreidd vegna brota sem áttu sér stað á tímabilinu 2008-11. Nú hefur komið fram að Seðlabankin sé að vinna í þessu og endurskoða og slíkt. En verður farið gaumgæfilega ofan í öll mál bæði varðar sektargreiðslur og líka sættir sem að hafa átt sér stað. Það er verið að fara yfir öll mál hvort sem lögð var á stjórnvaldsekt eða mál sætt sem varðar reglur gjaldeyrismál. Mér langar aðeins að spyrja út í hlutlægnisskyldu stjórnvaldsins. Teljið þið að þeirri skyldu hafi verið fullnægt í meðferð Seðlabankans á þessum málum og öðrum? Við teljum að við höfum verið að fara að lögum í ákvörðunum í málaflokkum. Við þar upplýsingar sem við höfðum á hverjum tíma. Takk, Þorsteinn Sæmundsson, gjör svo vel. Ég er með nokkrar spurningar.
vil helst á stutt svör. Ég er svolítið á sama stað og Brynjar í upphafi vegna þess að ég ætla ekki að vitni í viðtali Morgunblaðinu heldur í bréf Seðlabankastjóra til forsætisráðherra nýlega þar sem að hann segir að Seðlabankinn hafi ekki haft rökstuddan grun þegar að leita var eftir því við héraðsdómara að fá húsleitarheimild. Og það segir nú svo í 3. málsgrein 74. greinar laga nr. 88/2008 meðferð sakamála að skilyrði fyrir húsleit sé að til staðar sé rökstuddur grunur. Og nú þurfum við þá bara að vera sammála það hugtakandi og það sé að það ekki heimild að víkja frá þessu skilyrði segir í lögunum. Það segir líka einhvers staðar að Seðlabankinn hefur haldið því fram að húsleitin á sínu tíma hafi haft fælingarmátt og nú spyr ég hverja átt að fæla. Það segir líka að og ég ætla bara að vera ósammála Seðlabankastjóra þar að hann segir þessu máli lokið og nú ekkert meira gert. Ég tel þessu máli fráleitt lokið og ég ætla að spyrja Seðlabankastjóra hvort að hann hafi með orðum sínum áðan þar sem hann svona þegar við vorum að fara yfir ummæli formanns bankaráðs áðan að nú væri leið til að leita sátta í málum og Seðlabankastjóri segir að menn geti bara sótt sinn rétt fyrir dómstólum. Er Seðlabankastjóri að hvetja til málsóknar gegn Seðlabankanum út af þessum málum? Líka aðeins tímalínuna. All right, þá bara stoppa ég í bílinn. Já, það nú ekki rétt að ég segi í bréfinu að það hefði ekki verið rökstuddur grunur. Ég sagði að það ekki rökstuddur grunur sem nægði til kæru til lögreglu, enda hefðu við þá ekki þurft að fara í húsleit. Af því okkur ber bara að kæra meiri háttabrot til lögreglu. Hvort sé frá ákvæðum lagana? Nei, já, það er bara lögin sem okkur er skylt að starfa undir. Það stendur alveg skýrt að liggi fyrir rökstuddur grunur meiri háttabrot. Ber Seðlabankanum eða það var frá FM á sín tíma eins fljótt og auðið má kæra mál til lögreglu. Eða bara verið að segja það að þannig var rökstuddur grunur en hann var ekki komin á þetta stig og auðvitað hefði getað komið eitthvað út úr þessar húsleið að það var hægt að kæra málið. Eða það náðu húsleitarheimild út á þetta? Já, nei, auðvitað er alveg hugsanlegt að það hefði komið eitthvað út úr þessar húsleið sem hefði varpað ljós á málið þannig að það var í hín áttina og ég bara nefni það að við höfum fjölda dæma bæði FME, Samkeppniseftirlitið og fleiri þar sem hefur verið farið í húsleitið og hafa aldrei verið kært. Þannig að þannig það misskilað þessi stendur í bréfinu, svo var þetta fælingarmáttin, ég tek það skýrt fram að það hafi ekki verið, það hafi ekki verið hugsun á bakvið þessar aðgerðir og ég segi meðal annars húsleitin. Ég hefði getað tekið assertamáli til dæmi, ég vildi taka eitthvað dæmi, en það bara er allir búin að gleyma því. Ég er bara vísað til þess að það að bankinn tæki þessa almannaskyldu sína alvarlega, að honum bar að lögum að rannsaka grun brot og fylgja því eftir og auðvitað er það þannig að allar refsingar eða allar svona aðgerðir þær hafa það sem er nú kallað á lagamáli varnaráhrif. Það er bara það sem er að vísa til og ég get vísað eitthvað til dæmis bara til niðurstöðu í assertamálinu þar sem að assertamenn eru að fara fram á skaðabætur og þá er þar kafli í dómsniðurstöðunum þar sem að dómurinn rauninni það er ekki fallist á það kröfur og jafnvel þó að málið hafi ekki farið alla leið þá dómurinn segir það mjög skýrt að hann telji ekki að aðgerðir lögreglu í því máli hafi verið tilhæfulausar. Nú síðan hvort að málur ekki lokið, hvort að ég sé að hvetja til skaðabótamálinu, ég er ekkert að hvetja til þess, ég er bara að benda á að hvernig leikreglunar eru hjá okkur. Það getur vel verið að við höfum einhverja heimildi til að gera þetta sem lagt til en við þurfum að kanna það og ég hef ekki beinni séðar og það er bara þannig að bara almennt séð
að þeir sem að telja sig óréttri beitta í einhverjum færnum, það gera við, það getur verið lögregla, það getur hvað sem þeir hafa auðvitað þennan rétt að sækja rétt sinn kakvað dómstólum sem auðvitað endanlega niðurstöðin slíkum málum. En ég var ekki að segja þetta, ég sagði að við skulum skoða þetta, en við meðum ekki bara taka einhverju geðþátta ákvörðu þar að lútandi, við verðum að hafa lagaheimildi fyrir því líka eins og öllu öðru. Þannig að Seðlabankastjóri telur ekki efni til þess að fara í svona sérstaka sáttaleið vegna þeirra niðurstöðna sem nú það getur vel verið að þau finnum lagagrundvöld fyrir því. Við þurfum að skoða það. Þá ætlum ég að spyrja aðeins tímalínuna. Sko, umboðsmaður bendir á það veturinn 2010 að það sé vafi á refsiheimildum. Í febrúar 2011 á fundi viðskiptaráðuneytinu segir starfsmaður Seðlabankans að það sé varhugavert að upplýsa umboðsmann galla á heimildum bankans. Það væri hægt að líða þessu veikleika í stofnuninni. Þetta er með tilvitnan í minnisblað. Lögmenn bent á þá 2010-11 að Seðlabankan skorti refsiheimildir. Ríkissaksóknari var afdriftarlega í sinni afstöðu 2014. Umboðsmaður tekur þetta aftur fyrir 2015. Allan þennan tíma heldur Seðlabankin áfram og síðan er náttúrulega kannski svona það sem skýrast í þessu máli, það er náttúrulega niðurstaða umboðsmanns núna daginn og ég verð nú að segja ég bara man ekki eftir í annan tíma að hafa heyrt umboðsmann jafn afdráttarlausan hvorki í ræðaði riti heldur en þetta mál. Kveikti allt þetta á þessum tíma, þetta eru 5 ár eða 4-5 ár, kveikti ekkert á þessu neina aðvörunarljós hjá Seðlabankanum að hann gæti verið á rangri vegferð. Ekkert af þessu. Jú, heilmikið af þessu og við stöldruðum við 2014 eins og ég var að lýsa hér og við höfum alltaf farið yfir svona mál en ég ætla kannski að byrja ég veit ekki hvort ég náði alveg þessari tímalínu og ég veit ekki nákvæmlega hvað þú voru að vitna til en ef þú vilt bæta eitthvað við þetta var nú Ég held að þetta hafi verið mjög skýrt í framsögunni hjá Má að það náttúrulega var staldra við á hverjum tímapunkti þegar vafi var uppi. Það var leitað lögfræði álita ef það var talið þörf, samskipti við ákæruvald. Og maður heldur ekki gleyma þessum síðari afstöðum hjá ríkissaksóknara og fyrri. Og þetta var skoðað á hverjum tímapunkti. Varðandi þetta minnisblað sem þú vísar til, þá er maður ekki alveg kunnugt hvar satt ekki hennar fund sjálf. En ef ég skildi umboðsmaður rétt að þá er þar verið að segja þessi varhugavert að segja að það sé verið hugsunin hafi verið svo að festa reglunar í lög, að það ekki? Já, það segir hér sko að starfsmaður Seðlabankans hafi sagt að það sé varhugavert að upplýsa umboðsmann veikleika í málatilbúnaði Seðlabankans. Upplýsa umboðsmann að fyrirhuga sé að lögfesta reglunar, held ég. En ég satt ekki hennar fund sjálf. Right, þá er ein spurningi viðbót. Hefur farið fram einhver athugun á því innan bankans hvernig á því stóð að fjölmiðill vissi af fyrirhugaðri húsleit og var mættur leið og starfsmenn Seðlabankans á 2 stöðum á landinu og ef ekki telur Seðlabankastjóri ástæðu til þess að fara hún í það mál. Það er allavega að dómi þess sem hér situr graf alvarlegt að fara fram í húsleit undir kastljósi fjölmiðla, ekki síst þegar fyrirtæki á í hlut sem er með starfsemi ekki bara hér á landi heldur út um allan heim. Þannig að spurningin er, hefur farið fram einhver athugun á þessu og ef ekki hyggst Seðlabankastjóri standa fyrir því að svo verði gert? Já, ég sagði það nú í inngangs orðum mínum að við erum að athuga það mál og ég sagði fyrsta lagi er vel að athuga hvort að hafi verið einhver boðskipti á milli yfirstjórnar og gjaldeyriseftirlitsins sem að gefi í skyn að einhver slíkt hafi verið heimilað. Í öðru lagi að kanna það hvort að einhver slíkt hafi gerst. Það er, sko ég skal bara hins vegar rétt segja sko fyrst varðandi þessa húsleit að sko það náttúrulega var alltaf til ljóst og öllum ljóst að það að gera húsleit í Samherja hábjarnardag sem tók fleiri klukkutíma, það var aldrei hægt að leyna því fjölmiðlum. Það var alveg ljóst og það færi í fjölmiðla. En hvað olli því að einhver fjölmiðl hafi forskot á undan annan?
Ég hef ekki svarið við því og eins og eins og ég var að benda á, þetta var allsíða greinilega á þeim árum og sérstaklega í þeim húsleitum sem að sérstakur saksóknir var með og það var gerð húsleit í Seðlabankanum og þar voru fjölmiðlar fyrir utan, bara leið á að farið inn. Ég man eftir að skrifstofustjóri minn kemur til mín og segir það sérstakur saksóknari komið hér að gera húsleit og mér bráðum svolítið og hann sagði það eru fjölmiðlar fyrir utan, ég stóð upp og leit undir gluggan og það var sjónvarpsbíll og þannig að við erum að gera það. Ég veit ekki náttúrulega hvað við komumst langt við því og hvort að aðri verið þá ekki að taka við því ef að það er vilji til. Ég meina þeir sem að voru sem sagt í fórustu gjaldeyriseftirlitsins er ekki lengur þar og Rannveig var bara nýbyrjuð og starfsmann á plani og vissi ekki, hefur engar upplýsingar þetta mál. Ég skal hins að segja ykkur það að það var komið upp slattalegur sem að gætu tengst Seðlabankanum á minni tíð sem að hefa pirrað mig óendanlega. Í sumum tilfellum hefur ekki verið alveg ljóst hvort að það var frá Seðlabankanum. Dæmi til dæmis bara viðtalið á milli Geirs og Davíðs Oddssonar, einhver lag því en við vorum með það og sérstakur saksóknir var líka með það og kannski fleiri. Það komu líka upp lekar var það í tengslu við losun fjármagnshátta sem að pirruðu mig óendanlega og reyndar fjármálaráðherra líka, ég man eftir því. Það var mjög erfitt að finna eitt eða neitt út úr því, sérstaklega líka það voru náttúrulega margir aðilar sem þar voru líka koma kannski hefði átt að gera eins og FME gerir stundum sem hefur oflent í þessu. Þeir vita bara að leki hafa engan grunn og að hvaða leki kemur þá kæra þeir óspesifíst til lögreglu. Mér vitalega kemur yfirleitt mjög lítið út í þeim málum. En það verður kannski eitthvað meira þetta í bréfi, við erum með bréf frá að því að umboðsmaður hefur spurt forsætisráðherra út í þetta og forsætisráðherra hefur spurt okkur og við erum að spara í byrjun næstu viku og við erum að skoða þetta mál og við munum skýra frá því hversu langt við verðum komið þá en eiginlega get ég ekki sagt sko. Aðeins að virkja þetta til. Ég gerir mig grein fyrir því að það er örugglega ekki gott að rannsaka leka núna sem að átti sér stað fyrir tæpum 10 árum. Það er að segja ef rannsóknin er að hefjast núna. Ég gerir mér algjörlega grein fyrir því að það hlýtur að vera dálítið erfiðleikum bundið. Hvað varðan þetta var alsíða þá þykir mér það ekki til eftirbreytni en það er annað mál. En núna í ljósi þess hvernig þetta mál er komið og þau ámælið sem að Seðlabankinn hefur orðið fyrir til dæmis frá umboðsmanni Alþingis sem eins og ég segi hér áðan er með því svona afdráttarlausara sem ég hef heyrt. Telur Seðlabankastjóri að hann og bankinn njóti trausts og þá er ég að tala bæði hjá stjórnvöldum, ég er að tala hvort að hann telji sig njóta trausts bankaráðsins og hvort hann telji sig bera hafa traust forsætisráðherra Íslands. Já, ég get svarað því, ég veit ekki betur heldur en að ég nóti þess traust. Það má ekki gleyma því að við erum að tala mjög lítinn hluta starfsemi bankans og þetta er starfsemi sem var ekki í bankunum þegar ég tók við embætti. Hún var hjá FME. Þegar ég tók við embætti þá hafði Seðlabankinn engar heimildir til þess að fara í húsleitir eða leggja stjórnvaldssektir eða rannsóknarmál. Og það er mín skoðun sem ég reyndar búin að vera þó nokkur ár að þessi flutningur á þessu hafi verið mistök og það hafi verið mín mistök að átta mig ekki á áhættunni sem að í því fólst fyrir aðra starfsemi vegna þess að þessi starfsemi er þess eðlis að hún verður alltaf umdeild. Sá sem verður fyrir rannsóknum eða sektum eða einhverju, hann er aldrei ánægður með það og hluti getur orðið umdeildi jafnvel þó að allt sé getur rétt. Við tala ekki eða einhverjum einbýðir og ég heyri það á kollegum mínum
erlendis að þeir vilja langflestir ekki sjá svona viðskiptahátta eftirlitan inn í sínu stofnun. Nú verið að skoða það að setja þetta inn í sameinaða Seðlabanka og það eru fyrir því ákveðin rök en það eru ákveðin gallar á því og ég held að sé ekki búið að finna lausnina á því máli. Og ég segi að þetta sé bara lítill hluti af starfsemi bankans sem að hefur á heildinni lítið gengið bara mjög vel og með miklum árangri í peningamálum og fjármálastöðuleika og endurheimt hruneigna og reyndar stóri hlutir af framkvæmd haftana og losuð þeirra. Þetta er líka minni hluti af starfum gjaldeyriseftirlitsins sem voru mest að veita undanþágur sem milduðu mjög fjármálasöftin og síðan að hafa eftirlit svona bara fylgjast með sem sjálfsagt það hefur líka haft sín fælingar áhrif og svo í þriðja lagi og síðust ekki síst það var það og var maður unnin ómæld vinna í gjaldeyriseftirlitinu var til losun haftana og sérstaklega haustið 2015 þá tel ég að gjaldeyriseftirlitið hafið unnið bara afrek en það var þar unnið, ég fekk oftast nær tillögur 2 nættundar og ég vaknaði svo klukkan 4 og svaraði klukkan 5 því að það var unnið í kappi klukkuna það að klára samninga undanþágur á grundvelli nauðasamninga og stöðuleika framlaga og það átti eftir, stóra myndar var komið, það átti eftir að girða fyrir alls konar hugsanlega leka í því dæmi og ég held að sé að fáar ólastaðir segja að það áttu stæðstan hluta af Ingibjörg Guðbjartur og Steinar Guðgeirsson og þetta tókst án þess að það yrði einhver mála tilbúnaður eftir að orðsjá gerandi og það var ekki ljóst og nú það bara þannig að þessi starfsemi sem við erum að ræða hér varðandi rannsóknar það ekkert eftir og ég býst ég að svara spurningunum til ég mér að þegar verður spurning hvort ég taldi með njóta tröst þau eru útskýra hverju til með njóta tröst að það nánast ekkert eftir að þessari starfsemi og ég reikna með því að gjaldeyriseftirlitið verði líklega lagt niður á næstu viku. Rannsóknirnar eru búnar, auðvitað þarf að klára þetta uppgjör, undanþágurnar eru búnar, eftirlitið verður einhvað áfram en það verður ekki eftirlit til að fylgjast með refsiverðum brotum og það verður flutt annað í bankar. Takk fyrir. Og vonandi mjög langt, áratugir vonandi, að slík starfsemi komi aftur inn í Seðlabanka. Takk, Þórarinn, gjör svo vel. Já, takk fyrir þetta. Í dag 27. mars, þannig að tiltekki mála á afmæli í dag. 7 ára afmæli vænti ég, frá því að hússelt að gera 27. mars 2012, þar var ég við Samherjamálið. Nú, ja, þau álit sem að maður hefur séð frá umboðsmanni, sérstakum ríkissaksóknara og fleirum, renna öll að sama grunni hvað það varðar að eins og þú komst fram með áðan líka að Samherjamálinu væri sjálfur sér lokið, það hefði ekkert saknæmt fundist þar og svo framvegis. Er þó ekki komið tími til þess að Seðlabanki Íslands byrji nú á því að biðjast afsökunar á þessu máli? Ekki fleiri spurningar. Gjör svo vel. Já, við skulum bara skoða það. Auðvitað náttúrulega þá þarf að sýna fram á það að sko þó að eins og ég segi það fjöldamörg dæmi það að mál fari ekki alla leið. Það ekki þar með sagt að málatilbúnaður sé endilega tilhæfilegs og en það getur vel verið að sé eitthvað í þessu sem að þetta býðast afsökunar á. Við skulum bara skoða það. Takk. Já. Sagður ekki að þú verið búin. Hartu ekki alveg fullnægt svar? Já, gjör svo vel. Það hefur ekkert komið fram í þessu máli varðandi þessi brot á gjaldeyrisviðskiptum sem hefur ýtt því áfram að þetta mál skuli yfir höfuð hafa byrjað. Ekki neitt. Og það eru allir sammála heldur nema kannski þú. Já, ég held að það sé nú ekki rétt að það sé allir sammála þannig að ég get voða lítið tjámið það því að nú að fara inn í efnisatriði málsins. Ég bara veka athygli á því að þetta mál var í rannsókn eftir seinni kæru Seðlabankans
í næri 2 ár hjá sérstökum saksóknara eða það hefur verið fullkomlega tilhæfulaust, þá er það svolítið skrítið. Og ég vek líka athygli á því að þegar dómur fellur varðandi stjórnsýslusettina í héraðsdómi 2018 að þá segir sem sagt dómarinn að honum finnst það athyglisvert að sérstakur saksóknari hafi greinilega ekki þótt mála tilbúnaður bankans tilhæfulaust. En það geta verið ýmsir aðrir vinklar á þessu máli sem að við skulum bara fara yfir en það verður þá að vera eitthvað konkrétt og það getur vel verið að sé þarna. Dómsniðurstaðan sem slík varðaði náttúrulega ekki efnisatriði málsins. Það voru lagðar fram 4 málsástæður og meðal annars voru gildir refsiheimildir ein af þeim og meðal málsgagna voru afstöður ríkissaksóknara frá 20. maí og svo þessi að haustinu, 31. ágúst. En niðurstaða dómsins það reyndi ekki á þessi atriði. Það er þessi þú nefnir og gildir refsiheimilda. Takk, Inga. Hefðu, já, þakka ykkur fyrir þetta. Ég er að velta fyrir mér, nú hefur Seðlabankastjóri talað að leggja fram ný gögn. Er hann þá leið að staðfesta það sem að í rauninni umboðsmaður gagnrýnir hann sérstaklega fyrir í áliti sínu, það er að leyna umboðsmann og aðra gögnum. Nú, það er fleira, Seðlabankastjóri nefnir líka að þessi þáttur, gjaldeyriseftirlits, hafi verið í höndum fjármálaeftirlitsins þar til 2010, það er rétt, en má samt ekki líta á að það sé fattist graf alvarlegt mál, í rauninni þetta er eina mál sinna tegundar sem heyrir undir Seðlabankann, sem er sjálfstæð stofnun og eina í rauninni starf hans sem lítur beint að því að geta gengið á borgarana og jafnvel haft ákveðna refsi heimildir varðandi það. Og svo í þriðja lagi, mér langar líka aðeins að minnast á þetta í sambandi við rökstuddan grun. Það er ekki einungis að það komi fram þó að það hafi þá verið misskilningur, ég veit ekki hvernig við eigum að túlka það. Það er ekki einungis að það komi fram í bréfi til forsætisráðherra sem að birtar á vef Seðlabankans, heldur og í viðtali við Morgunblaðið að Seðlabankastjóri hefur þessi tvívegis nefnt það að það hafi ekki verið talin vera þessi rökstuddi grunur, en samt sem áður fer ágætt til lögmaðurinn sem að þarna situr til héraðsdóms með það í farteskinu að byggja heimildina sem hún er að óska eftir hjá dómstólum á rökstuddum grunn, því að auðvitað þarf sá rökstuddi grunnur að liggja fyrir til þess að til slíkra alvarlegra aðgerða sé gripið sem húsleiti er. Já, bara að byrja að stýrta, auðvitað er það alveg á rétt, það er slíkur rökstuddi grunnur að liggja fyrir og annars myndi væntanlega erfitt að sjá að einhverju dómari myndi heimila húsleit og honum ekki sýnt fram á neitt grunn. Þannig að við erum alveg sammála því, þetta er bara spurningin einhvern orðalegg hér, held ég. Nú, varðandi nýgögn og það að við séum að leggja frá nýgögn, þetta er ekki gögn sem að lúta að það einhverju gögnu sem við höfum verið að leyna. Þetta lítur að því hvernig málið þróaðist innan bankans og í hvaða samtölum hann var og hvaða skilaboð var hann að fá frá sérstökum saksóknara og þetta er engin gögn sem að þannig lagað yfirleitt séu opin, en bara í ljósi þess að skilja þetta mál algjörlega til boss, þá erum við að skrapa hann í botnin á tunnunni og auðvitað þegar maður fer að skoða ýmislegt þess að tölvupósta, maður man þessa hluti með ákveðnum hætti og maður kannski trúi því, fer að trúa því, betur voru við að leyna einhverjum gögnum. Svo að þegar það fara að skoða þetta, þá er málið ekki þannig og kemur í ljós, og svo kemur þannig í ljós ákveðin ferli, það kemur í ljós að þetta var kynnt á bankvarásfundi og annað fyrir. Það er slík gögn sem við erum að tala um.
svo segir jú að byrju graf alvarlegt og úr getur gengið á borgarana. Ég veit ekki til þess að það hefur verið sýnt fram á það að Seðlabankinn hafi beinlínis misbeitt þessum valdheimildum sínum. Það sem að að ræða hér það að það var talið vera, ekki bara okkur, heldur fjölda annara eins og ég hef sýnt þetta fram á, vera sem gild refsiheimild á bakvið þessar reglur. Nú kemur í ljós og svo ekki, en auðvitað fór bankinn í góðri tú í rannsóknaraðgerðir á grundvelli reglana. Og ef að hann hafði engar forsendur til annars og það hefði verið mjög óeðlilegt ef sá sem hér situr hefði verið einhver stjórnskipun á dómstóll og sagt bara við ákæruvaldið og löggjafann og ráðuneytið. Nei, ég bara ósammála ykkur þetta. Þetta eru ekki gildar refsiheimildir. Fyrir því hafði ég engan grund. Má ég aðeins fylgja eftir En bæta við? Já, fylgja. Já, ég bara ennþá þarna í sambandi við þá þessi gögn að þau eru þá sem sagt, þú telur þau þá ekkert hefða skipt neinu máli í öllu þessu ferli í þessu tilviki, þannig að þau séu þessi viðbót sem að gögnin þessar upplýsingar sem þessi gögn að gefa okkur þau eigi í rauninni ekki hafa haft neina áhrif á framgang málsins. Og svo annað í sambandi við misbeitingu valds, telur Seðlabankastjóri þetta ekki hafa verið misbeitingu valds hvernig gengið var fram gagnvart Samherja og telur hann ekki í ljósi þess að hann talar að vera ekki að taka fram fyrir hendurnar á öðrum, að telur hann þá ekki að það hefur verið skellt skollaeyrum ákveðið við því þeim flöggum sem var búið að veifa frá ríkisendurskattsstjóra, frá sérstökum ríkissaksóknar segi og sérstökum og svo náttúrulega rúsínan í pilsuendanum álit umboðsmanns frá því í janúar. Byrja á þessi síðasta, nei, það var ekki skellt skollaeyrum og við erum búin að fara alveg ítarlega yfir það að í hver skipti sem eitthvað svona hefur komið upp að þá höfum við staldrað við og rannsakað það og við töldum reyndar í júní 2014 að niðurstaðan yrði bara nákvæmlega þessi sem nú orðin. Þannig að svo náttúrulega komu aðrir hlutir í ljós í samskipti við sérstakar saksóknara og líka svo seinni afstöður ríkissaksóknara. Nei, við teljum við að við höfum misbeitt valdi. Það er auðvitað refsivert að misbeita valdi og á að auðvitað ekki að gera. Við teljum að það sem við höfum verið að gera á hverjum tíma er að uppfylla okkar skyldur sem voru þær að hafa eftirlit með því að höftin væri að vika og ef að við yrðum vör við það sem ef að grunur vaknaði brot að þá að kanna það og ef hann yrði rökstuddur að koma þeim málum áfram. Þetta var bara okkar skylda. Og ég held ég sé nú, er eitthvað við þetta að bæta? Langar kannski að bæta við þetta að það þarf líka aðgreina hvað er verið að fjalla hverju sinni og nýlegt álit umboðsmanns og annars vegar og Samherjamáli hins vegar er ekki endilega sama málið. Að því þú talar þvingunar aðgerðir og hvort að þessi viðvörunarljós ef ég skil þig rétt hafi ekki átt að kvikna fyrr. Það var aldrei farið í þvingunar aðgerðir eingöngu á grundvelli reglna. Þannig að þetta líka aðgreina þessi atriði, hvað fjallaði Samherjamálið hvað fjallar álit umboðsmanns Ertu þá, má ég bara aðeins fylgja þessu pínlítið, ertu þá að efast það að það sem allt það sem á eftir hefur komið sé í rauninni ekki aðal hlutverkið, er það ekki Samherji sem er aðal hlutverkið hér? Er það ekki hafið verið allan vafa að það sem á eftir hefur komið er hvernig svo framganga hefur verið gagnvart því fyrirtæki sérstaklega? Eins og ég nefndi þá kannski mikilvægt bara að þetta sé aðgreint því að álit umboðsmanns Alþingis fjallar ekki Samherja. Já, ég miskili það. Takk fyrir Kolbeinn. Já, takk fyrir þetta. Nú er komið fram með þetta flókið mál og ég er einfaldur maður. Langar mig kannski bara að fá eitthvað summerað upp þó að eitthvað hafi komið fram. Skilja það rétt að þið eru raun og veru að segja að það hafi verið misvísandi eða óskýr skilaboð
leiðbeiningar frá ákæruvaldinu sem að hafi valdið því að svona hafi verið farið mál og ábyrgðin þá í raun á því að þetta hafi verið gert svona sé þá hjá ákæruvaldinu. Sko eins og kom fram á fundi ykkar 7. mars að þá fjallar umboðsmaður og skilst mér afhendi nefndinni bút úr afstöðu ríkissaksóknara frá 20. maí. Strax og þessi afstæða barst Seðlabankanum að þá voru öll mál gegn reglum stöðvuð og þetta skoða nánar. Þessi bútur hins vegar sem fjallar almennt gildi og hvort að skýrleikir refsiheimilda og fleira hafi verið fullnægjandi, hann varðaði ekki niðurstöðuna sem slíka. Þannig að samskipti áttu sér stað í kjölfarið, Seðlabankinn ræddi við sérstakann saksóknara, sérstakur saksóknari leit ekki á þessa niðurstöðu sem almenna allar reglur, heldur einungis þessi sem skorti samþykki ráðherra. Endursendingar mála til okkar, til Seðlabankans, voru til marks þetta. Síðari afstæðan var sú sem gaf okkur skýr fyrirmæli það að okkar mati að það væri ekki tilefni til þess að fella niður öll mál gegn öllum reglum, heldur einungis þessum einum. Það bara heildstætt mat að sjálfsögðu var það ákvörðun Seðlabankans sem byggði ákvörðun ákæruvaldsins. Það er líka einkennilegt að stjórnvöld sé ekki samstíga sem fara með meðferð á tilteknum lögum. Aftur, flókið versus einfalt, teljið þið að ábyrgðin á því hvernig þessi mál hafi verið með þau, liggi raun og veru þá hjá leiðbeiningum ákæruvaldsins og þið hafa alltaf verið að starfa í samræmi við þær? Við töldum okkur verið að gera það, já. Takk fyrir það. Bara eitt getum við ekki látið hjá að koma hér aðeins inn á blaðaviðtal. Trauðla hefur nú verið nefnt, Morgunblaðið nefnt oftar á fundi fastanefndar Alþingis en í dag. En ég hef eftir því að Seðlabankastjóri sagði að hann hefði reynt að fá blaðamann til að strika eitthvað út úr umræddu viðtali. Ég er nú að fagna því að blaðamenn gerir það ekki því að það sem einu sem setti viðtali verður ekki afsagt. Er Seðlabankastjóri með þessu að segja að hann hafi talað af sér og sagt mikið í viðtali við blaðamann Morgunblaðsins? Nei, ég er ekki að segja það. Ég er bara að segja að mér fannst þessu orðaskipti bara alls þeirra misskilningur, eins og hér er komið í ljós. Það sem að því enda er þetta skýrt í bréfum mínu til forsætisráðherra, Ég er að segja að það sé ekki nægilegur grunnur til þess að kæra málið til lögreglu þó það virti stórt, sem okkur ber að gera. En auðvitað eins og að rökstuddu grunur eiga síður, enda var það stutt gögnum og ýmsu. Og svo kemur fólk sagt að þessi gögn voru ekki nógu góð og eitthvað svona aðra. Fólk alltaf að deila það og undan að deilt fyrir dómstólum. Til þess að það þýtti að rannsaka málin og það var metið svo á sínum tíma af gjaldeyriseftirlitinu og að besta leiðin til þess væri að fara í þessa húsleið og þá fundum við fá allt gögn sem að myndi nægja til þess að skera úr það var þessi rökstuddu grunnur að hann átt að sé skýringar eða átt að sé ekki skýringar. Líneik, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Það er nú margt komið fram og ég ætlaði nú einmitt að spyrja árið 2014 eins og Kolbeinn gerði raunar og þá vil ég bara taka upp þráðum það sem hann endaði. Síðari afstæðan, hvað áttu við með því? Hvaða dagsetning er það? 31. ágúst við afhendum nefndinni þá afstöðu og eina frá 20. maí 2014. Já. þá er það skýrt. Og síðan vil ég spyrja, skildi ég það ekki rétt í máli Seðlabankastjóri í upphafi að það væri verið að taka sérstaklega saman yfir þessi samskipti af því eftir þannan fund, þó þessi ítrekka búið að fara yfir þau, þá finnst mér það sem gerast árinu 2014 mjög óljóst. Það er réttur skilningur. Það er réttur skilningur og já, sko sumt að þessu er náttúrulega ljóst, það er búið að lýsa fyrir afstöðunni, seinni afstöðunni og að það var reyndar haft samband við okkur frá sérstöku saksóknara og sagt, já við höfum líka verið í samskiptum við ríkissaksóknara og það ber ekki að líta á þetta sem almennan úrskurðum gildi reglna. Já, ég
allan þess að stendur eftir hjá mér, ég þarf meira til að skilja það sem gerist. En við ætlum bara að sýna inn á alla okkar tölvupósta og allt sem við höfum. Einhverja leiti verið það hugsanlega verið trúnaði eða það er nefnd alls konar nöfn, en það verið að safna þessu saman og það fer til forsætisráðherra og mér finnst eðlilegt að þið eru að vélum þetta mál og þetta er nú kannski einhverja leiti kjarnimálsins að þið fáið þá aðgang á þeim gögnum og það er þá væntanlega í síðasta lagi fyrir miðja næstu viku eitthvað svoleiðis. Takk fyrir það og síðan langaði mig kannski til að biðja ykkur að draga það saman sko, hver eru næstu skref, þetta er eitt af þeim. Já, nú spyr ég næstu skref varandi hvað, vegna þess að hér hefur verið svo margt undir, er það að tala næstu skref? Eða sko í ykkar verk, eins og tíðlítið á verkefni. Já, sko, næstu skref varðandi varðandi þetta mál sem við höfum að ræða hér, gildir refsiheimild á allt það. Það er nú reynda að byrja að taka það skref að nú er bara farið í gegnum öll mál og kannski þú lýst í það nánar að þess að það er að greina á milli hvað byggist á lögum, hvað byggist á reglum, hverju stöndum við því? Það er sérst bara verið að meta öll mál sem varða reglur að sérst annarkvort mál sem lúta eingöngu á reglum og mál sem lúta að lögum og reglum og þau sérst verða væntanlega afturkölluð og Seðlabankinn mun leitast við að sektir verði endurgreiddar úr ríkissjóði. Jón Þorgeirsson. Nú er þetta samanlega það að það ekki verið starf til lögum. Seðlabankinn, þá er það sem hefur verið að deila það hvort að Seðlabankinn hefur gert það eitthvað verið trúið ekki og menn hafa farið í þessu gögn sem líka fyrir í málum frá ríkissaksóknara, umboðsmann Alþingis núna frá ykkur og þið komið inn á þetta síðara svar frá ríkissaksóknara segi það að þið hefðum átt ætla að þið værið í góðri trú að framfylgja þeim reglum sem þó væru mögulega ennþá væru til staðar til þess að fara í þessar aðgerðir. Það er eitthvað sem við þurfum að kafa aðeins dýpra ofan í. En minn spurning er varðandi bankaráð því að það segir í lögum Seðlabankann að bankaráð á að hafa eftirlit með því að Seðlabankinn starfi eftir lögum og meðan að þetta ferli er allt saman í gangi að Seðlabankinn er að skoða allt frá sinni og segir, heyrðu, við erum hérna með rökstuðning að við lítum svo á að við séum að starfa eftir þeim reglum sem við höfum heimild til að starfa eftir samskipti okkar við ríkissaksóknara og sérstakan saksóknara. Er bankaráð algjörlega ófært í því að sinna því að meðan á þessum á sér stað að fylgjast með því, að vera að taka þetta saman eins og við erum að reyna að gera núna langt eftir tíman. Er bankaráðið algjörlega ófært að gera þetta? Þetta eru 7 einstaklingar, þeir verðast ekki hafa eigin starfsfólk og þurfa að reiða sig á starfsfólk Seðlabankans. Nú ef að það hefði verið eitthvað bankaráð eða eitthvað aðili sem að gæti verið að fylgjast með svona hlutum og fara yfir það, er þetta raunverulega svona, þetta eru mjög stór mál, það eru mismunandi mögulega skilabóð þarna á milli. Er bankaráðið óstarfsætlis að sinna þessu með það á sér stað og er það bara í því þá eins og virtist vera í mála að skilfa hérna á hann að hann er bara í því eftir á? Já, sko, nú held ég jafnvel þó að það hefur verið bankaráð með 10 starfsmenn, ég efast að niðurstaðan hafi orðið eitthvað önnur vegna þess að þetta er ekki eitt af því sem er skona klift og skorið. Þetta er samkvæmt lögum og þetta er ekki samkvæmt lögum og það bara skýrt á einu tíma, bara á hverjum einasta tíma. Hér kemur auðvitað til lagatúlkunar og sitt sýndist hverjum. Það er bara þannig. Og það hafa langflestir sem hafa skoðað þetta á fyrra tímum, þeir töldu bara, já þið þurfuð að starfa í samræmi við þetta, þar til dómstólar sker úr manna. Og stundum er einmitt bara vafi, hvað eru lögin nákvæmlega og hver sker úr það endilega, það er dómstólar. Þetta fór aldrei þangað. En bara út frá okkar sjónarhóli, sko, við erum bara hluti að keðjunni og þar tökum við náttúrulega með að því sem að því að löggjafinn, hann setti ákveðin lög og hann var greinilega í þeirri trú að hann væri að láta refsiheimildir fylgja háttseminslýsingunni sem að átt að fara eftir. Því að annars, já, hann var greinilega í góð trú en bara gögnin eru skoður. Og líka ráðuneyti og þeir sem eru að framkvæmda á greinilega framan af að ríkissaksóknari líka á þessari skoður eins og samanberi þessa tilvitnanir í þessa fundi. Þannig að
þannig að sko, en það ekki þar með sagt að það sé engin lagalegur vafi. Það nokkuð tíma þannig? Ég bara spyr, auðvitað kannski einhverjum mjög einföldum málum, en til dæmis í efnahagsbrotamálum, þá það oft eitthvað þannig. Og þá það auðvitað náttúrulega bara sérstaklega ákæruvaldsins að meta, meina leggja mat á þann vafa á hversu eðlis hann það stóra að við látum öll mál liggja, eða hann þannig að þetta bara eitthvað sem dómstólar þurfa að kveða upp úr. Það hefur verið línan hjá öllu þessum yfirvöldum þar til núna, og leiðu það breyttist, nú þá breyttum við líka okkar framkvæmd. Hvað hefði verið að gera það öðruvísi, bara varðandi þau stjórnsýslulög og þeir þá fresti sem eru til staðar til þess að svara, og hvernig samskipti stofnana með fyrirspurni sín á milli þegar svona lagaágreiningur á sér stað. Hvernig var þetta að gera þetta? Þetta farsælla? Það var náttúrulega mjög, það sem átti að gera öðruvísi var auðvitað náttúrulega það að lögin átti að vera öðruvísi, og annarkvort ættu verknaðarlýsingarnar að fara þar alltaf inn, eða það vantaði 2 orð. Hver voru þau orð? Já, þessi 5. volsgrunn sem aðal deilt það sem stendur heimilt að leggja sektir vegna ákvæði þessu, að þar hefði eðlilegast að það kemur viðbót sem segir og reglum samkvæmt þeim. Þannig að það bara spurningin, hvaða áhrif á þetta hafa? Má þeim sem les ákvæði vera ljóst hver tilgangurinn var? Ég hugsa nú það svo hafi nú verið af lestri þessa bráðabráðkvæðis, en niðurstaðan er allavega komið núna. En það er náttúrulega reynir ítrekkað fyrir dómstólum á gildi regluna sem þessara. Það eru til fjöldamargir dómar það, og þar hafa dómstólar túlkað einmitt vilja löggjafans í samræmi við það sem kemur fram í lagaheimildum. Takk. Tveir bara með spurningar. Óli Björn Kjúsfell. Takk kærlega, ég ætla bara að vera örstutt af því að hér voru menn að velta fyrir sér á hvaða grunni húsleit var gerð hér fyrir 7 árum, og ég ætla ekki að fara í rökræður við seðlabankastjóra hvað er rökstuddur grunnur og hvað ekki samkvæmt lögum. Ég hins vegar teka eftir því, og þá ætla ég að vitna í þetta viðtal sem birtist í Morgunblaðinu í síðustu viku við seðlabankastjóra. Sko, einn aðal rökstuðningunum fyrir húsleitin voru útreikningar bankans sem voru á grunni einhverja gagna sem að jafnvel virðast hafa komið meðal annars frá Ríkisútvarpinu, en látum það liggja á milli hluta. En það virðist vera af viðtalinu að Seðlabankinn geti ekki fullyrt það að þau gögn sem að lögðu voru fram, þessir útreikningar, séu réttir. Og nú eru 7 ár síðan. Mér finnst það skrítið, satt að segja, að menn eftir allt sem á undan er gengið, eftir alla lagalegu flækjurnar, að menn hafi minnst okkast ekki sest niður einhver tíman á þessu 7 árum og gengið úr skugga það að þeir útreikningar sem lagðir voru fram til þess að tryggja fá húsleitar heimil séu réttir. Já, ég sagði nú reyndar í viðtalinu, og þetta var svona retorist til þess að róa blaðamann og svara spurningur. Ég sagði hvort sem útreikningarnir voru réttir eða rángir. Ég var ekki að taka afstöðu til þess. Þegar þú segir, ég get ekkert fullistu það. Já, því að ég get ekkert fullistu, ég get ekki að fara inn í einstökar rannsóknargögn í þessu máli og segja þau séu svona og svona og svona og svona. Þá er ég komin inn í efnisatriði málsins. Og þá bara bendi ég á það að síðan náttúrulega var unnið og náttúrulega miklu ítarlegri gögnum, og sjálf málið þetta ekki reist endilega á þessum útreikningum. Ég ætla ekkert að taka neina afstöðu til þess, og bara eins og ég segi, þeir voru taldir byggjað undir grunn ásamt fleiri gögnum á þenn tíma. Nú það er bara verk þess tíma, þetta er lagt fyrir dómstól og hann tekur afstöðu. Er eitthvað meira við þetta bæta? Því að svo er þetta bara þannig, við getum mjög lítið farið inn í svona einstakar hluta þessara mála. Mjög erfitt að svara spurningunni á þess að ganga inn á þagnarréttin. En að þið geti ekki svara því hvort að útreikningarnir sem lögðu voru fram voru réttir eða ekki? Þannig að til
dómar fjölmargt í þessu máli þó svo að endalega niðurstaða varði ekki endilega efnisatriði málsins. En liggur það ekki fyrir að voru rángir? Það liggur fyrir að svo aðferðafræði sem notuð var hérna í upphafi, og nú er ég bara að tala út frá þeim dómi sem liggur fyrir, að gáfu ekki nógu samanburðarhæfar skýringar. Það er alveg ljóst að Seðlabankinn hafði heldur ekki öll gögn til þess að framkoma það útreikninga, en það er ekki þar með sagt að síðari útreikningar gáfu ekki til kynna að það var ekki rökstu grunur hins vegar. En dómar liggja fyrir bæði hvað varðar aðgerðirnar í upphafi og svo síðasti dómur varðandi ógildinguna. Takk, það eru 2 stuttar spurningar í lokin. Annars vegar langar mig að spyrja Seðlabankastjóra, tekur þú undir orð formanns bankaráðs að það sé óheppilegt að svona ákvörðunarvald sé í rauninni í höndum eins aðila innan bankans? Og svo í lokin langar mig að spyrja kannski vegna þess að Seðlabankastjóri mun ljúka störfum á þessu ári, fá fram afstöðu hans til þess hvort það sé heppilegt að sameina fjármálaeftirlit og Seðlabanka. Fyrsta lagi bara tel ég ekki heppilegt að svona hluti séu bara innan bankans, og ég hef búin að útskýra það, og hvort það er einn maður eða fleiri, og síðan er það þannig í raun að það er ekki einn maður sem tekur ákvörðun þessi mál. Það er einn ríkissaksóknari. Hann tekur ekki ákvarðanir einn í öllum málum og talar ekki hvorki við gangi eða prest. Það er bara ekki þannig. Þannig að mín afstæða er svo að rannsóknir sem að nálgast hafa verið lögreglurannsóknir, beiting á viðurlögum og jafnvel kærum, þetta á ekki að vera innan bankans. En þá er ég talað Seðlabankann eins og hann er í dag. Og ég held að það sé miklu nær að þetta sé bara eins og er með okkur öll. Ef við sjáum einhvern vera að lemja einhvern út á götu og nú þá fengjum við að segja, það var að lemja einhvern þarna, og nú svo rannsóknarlögreglan það og nú þá var hann að taka upp kvikmynd. Við eigum ekki að þetta fyrsta lagi er náttúrulega, eins og náttúrulega hefur komið í ljós, þetta var náttúrulega ekki Seðlabankinn hannaður og mannaður með tilliti til þessa. Hann tekur þetta yfir 2010 og hann var að hafi náttúrulega sérfræðiþekkingu á allir varandi höftin og góður til að búi til regluverk og losa höft og kannski segja til hvort að höftin var að leka eða ekki leka, en hann átti ekki komin á þessu. Hvort þessi heppilegt að sameina Seðlabankann og fjármálaeftirlitið? Já, ég held að þeir alltaf skoða, en það er bara eins og svo margt í lífinu, það er alltaf kostur og gallar. Og auðvitað í ljósi þessa máls og bara líka þess hvernig þessi komið fyrir annar staðar, þá auðvitað má staldra svolítið við það að viðskiptaháttaeftirlitið sé að koma inn í innan nýju stofnun líka. Það er auðvitað dæmi það í öðrum löndum, eins og Írlandi, lítið land og annað því lit, og það er rök fyrir því hér að því að landið er lítið, og svo líka er það bara þannig að til þess að þetta næði sæmileg sátt og FME væri með, þá þurfti þetta að vera svona. Og ég þannig geta alveg stutt þessa mála með þess líka. Mér sýnist þess að það eigi eftir að vinna frekari vinnu til þess að leysa þann vanda sem það skapar fyrir stofnuninni heild. Og ég tek alveg undir með því sem ég hefði frá bankaráðsformanni hvað það varðar. Til dæmis er mjög óheppilegt að bankaráð sem er auðvitað náttúrulega kosið að Alþingi í listakosningu, að það einhver hefur samband með einhvern bankaráðsmann og segir að það var að rannsaka mig, getur ekki stoppað það, eitthvað svona, slíkt má ekki komið upp. Og þá er spurningin, er þetta bara alls ekki að ganga upp, eða það verður víst sett einhver ákvæði það að bankaráðið hlýtist ekki til einstök mál, mun það nægja, eða hitt, það sé þá bara einhver úrskurðarnefnd
þegar kemur á málum sem þessu. Ég er ekki með lausnina vegna þess að það var eitt vandamál leyst og annað var búið til samhliða. Takk fyrir þetta. Það var þessum opnum fundi stjórnskipunar og eftirlitsnefndar lokið. Ég vil þakka Má Guðmundsssyni, Seðlabankastjóra og Rannveigu Júníusdóttur framkvæmdastjóra Gjaldeyriseftirlitsbankans kærlega fyrir komuna og þakka nefndarmönnum sömuleiðis. Ég slít fundi.